Úr síðasta þætti Gráa svæðisins. Ég segi nú bara sem gaman. Já, ég shit alveg aðeins. Heyri ég það? Jesus Christ! Það Jesús Kristur. Það kast heim. Þú ringja og setti webcam í gang, setti Róaði aðeins niður. Svíkari! Og ég að velta fyrir mér af hverju ég með magasár á fyrsta stígi. Ó, já. Komið ykkur vel fyrir og búið ykkur undir að þurfa að smetla kjálkanum aftur í lið. Já. Var hann að smjalla kjálkanum í liðið út af sjokki? Já, fólk sem að opna munna. Já, gafti. Jump the draw. Já, ég skil. Jaw-dropping, þetta var jaw-dropping þáttur, sko. Já, ég held það. Ég held að það sé alveg nákvæm lýsing á því sem gerðist í síðasta þætti. Já, það var vandræðalega óþægilegt eitthvað. Margt af þessu. Já, ég að pæla, já, þú veist, þú ert þannig að sé loka orðið að því, en ertu búinn að kötta Jóhann alveg út? Nei, og hann blótaði nú ekkert svona mikið, sko. Þetta var náttúrulega yktur. Já, en þú veist. Þetta var síðasti þáttur. Kött á síðasti þáttunum sem hann með? Nei, ég að segja, þú veist, munum við sjá Jóhann aftur í þætti einhvern tímann í framtíðinni? Já, við munum sjá, við þurfum bara... Ef hann lofar að haga sér. Það var að vera smá disclaimer, sko. Ég held að hann hafi verið, sko, pínu álag á kallinum. Já, definitely. Hann var sko miðja nótt hjá honum. Já, það var miðja, já, klukkan var korter í, eða korter yfir 4. Korter yfir 4 eða eitthvað, já. Ég meina, ég var til að bilaður líka. Hann var örugglega búinn að hella í sig smá saki líka, kannski. Já, Saku. Ekki bjórnum. Ekki sake, hrísgrónuvínið, já. Ég held að hann hafi verið bara... Talandi það, þá ég áttum að þetta fyrsti þátturinn þar sem ég ekki að drekka. Heyrðu, já! Það samt fyrir fram að hérna Jagermaster. En svona gamall Jagermaster. Já. Botfylli. Ég hins vegar þunnur. Já, fékkstu nokkra í gær. Já. Nokkra. Já, fékkstu þér eftir að komast heim með það? Nei, ég kláraði bjórinn sem sagt. Já, kláraði hann hjá Jóa. Já. Við erum bara 3 í stúdíónum, fáum þetta góðmynd. Já, við vorum 7 í sæti. Það var allt of mikið. Það var allt of mikið. Og ég held við ætlum að byrja að tala um síðasta þátt. Já, Geir lendi í flugslysi. Já, frétti það. Þannig að hann verður ekki með í fleiri þáttum. Hann Geiri frændi minn. Og í alvöru samt. Nei, ok. Ég held ekki. Nei, vonum ekki. Ég ætla að athuga núna því að þetta verður mjög lélög brandar ef það verður rétt. En samt, ég skil ekki hérna. Hann er að fljúga til Bandaríkjanna. Yes. Í þessum töluðu orðum. Já. 9. september. 9. september. 9/11. Hörðu, það er 9/11 í dag. Þess vegna eru flugist ódýr. Ég er með brandaralista tilbúin fyrir þetta. Það var ástæðan fyrir að vera svona stressaður þegar ég hitt hann og fór. Eða fellibillinu, skilur þú? Já, hann er, nei, er ekki hann orðalega? Hann er langt Talandi samt fellibillin. Já. Þá er hann að fara yfir Flórida. Er hann að fara yfir Flórida? Hann að fara yfir Flórida skaga núna. Ok. Já, fellibillin, ekki Geiri. Já, ég var svona, ó nei, Geir, hvað er búin að gera? Þannig að fellibillin hefur hérna, er að fara yfir Flórida skagan. Já. Og ég er að fara þangað í nóvember. Ok. Já, bara til Flórida. Ég er að fara til Orlando og Daytona. Já. Og hann er að fara yfir þetta svæði. En hins vegar gaman, samt ekki gaman að segja fyrir því að eigin á Long Island hjá Bahama, hann er búinn að taka alltaf vatni kringum þær. Taka þið burtu bara? Það var ekkert vatni kringum eiginnar. Bítu. Hvað er bara leira eins og hérna á kvöldaskötunni? Já. Ok. Þannig það er ógeðslegt. Af því að basically, þú veist, fellibillurinn þarf vatn til þess að sustaina sjálfum sér. Þannig að hann bara grípur allt upp. Já, ok. Þannig að hann tekur allt. Já. Og svo dömpar það því bara á Flórida í rauninni. Hvað segir náttúrun sinna við þessu? Er ekki hvað, þetta er ljótt. Þetta er ljóta vitleysan maður. Þetta er insane. Af því að sérstaklega líka því að það var hana Harvey sem lendi í Houston, Texas. En nöfnin á þessum fellibillum? Þeir eru inn að stafrófsröð. Það var Harvey við Houston. Harvey, Irma, Katja, Jose. Já. Þetta er bara stafrófsröð. Já, hver kemur upp með þessu nöfn? Er það ekki bara hérna fellibillja nafnanefnd? Jú, örugglega. Já, einhver staðar. Hvað er allir hún til staðisett? Prófa að googla það fyrir okkur. Fellibillja nafna. Já,
spurðu Google hver þú veist skrifar síðasta þú veist hérna samþykkið fyrir já, við ætlum að skýra fellibylinn þetta ég veit að það er stafrófsröð en ætla að segja, hérna ok, stafrófsröð, en, afsakið þetta en af hverju hérna herra unprofessional allan daginn Þetta var bæði við ég sem sendi hann já, eitthvað vini Þið eru allir hérna já, þeir eru allir við skulum ekki þú veist ok við erum kunningjar, við þekkjumst vel já, þú meinar að við erum ekki ég myndi ekki fara svo langt Bjarni ok en hérna, já fyrst við erum að tala um nöfn og svona ok, fellibylja nöfn já. Í stafrófsröð en hver ákveður að hérna fellibyljun heitir Irma já. Og hvað það næst? K, þannig að næst þetta heita Katja Það er, af því að það eru 3 fellibyljur núna Já, þannig að Irma, Josie, næsta er Katia Svo Lee, Maria, Natse Ophelia Nú það er bara Já, það er löngu búið að ákveða öll nöfnin Rina, Já, ok. Sean, Tammy Vince, Hvað með að við Whitney og síðan Já, bara, fundið bara nöfn fyrir fellibyljuna fyrir Það áður er bara tilbúin, já 2017, 18, 19, 20, 21 og 22 Er komið svo langt Já, það er komið svo langt Þannig að við erum að fara að búið til nöfn fyrir 2023 Við? Já, við skulum Bara íslensk nöfn Íslensk nöfn fyrir Fellibyljurinn Albert Albert væri gott Það er alltaf Það er eitthvað íslenskt Já, það er ekki, nei, já Aðalsteinn Herðu, 2019 er fyrsta namnið Alberto Ok, vel gert Þetta, ertu búin að vera að skoða þetta eitthvað? Nei Ok, það sé að 2018 er Alberto, 19 Andrea 20 er það Artur 21 Anna og 22 er Alex Bjarni 2023 fellibyljurinn í fyrsti sem að byrjar á A mun heita Aðalsteinn Já, íslenskt Já, það er íslenskt Argentínus Það er Nei, ekki íslenskt Það er romverst Já. En það er samt fært yfir á íslensku Samt aðalsteinn, það er Aðalsteinn getur verið flott fyrir 2023 Brynhildur var mjög flott Fellibylurinn Brynhildur Við erum eins og ekki með sjö íslensku Þannig að kom eitthvað kikki að séna Carl Nei, Carl gæti hann heita Karl Þarf þetta ekki að heita einhvern svona Nei, það er Cindy, Chris Hvað 2020 það er Colin Hver er að nefna þetta? Ég held að þetta sé einhvern vísindalegum tilgangi bara svo auðvöldar að flokka þá En talandi um hérna götu heiti á Íslandi og í Reykjavík nýtísku nöfnin hérna við Laugavegin Er það? Ég veit ekki, þetta er ekki eitthvað svona almenn pælingarefni hjá mér Kokshaven gata Er það ekki Kokshaven Var það ekki Þýskaland? Það var í Berlín Kokshaven stræti er Strasse Já, þetta er líka í Reykjavík Ég held að þetta sé Hafnarfirði Cuxhaven gata Cuxhavens stræti Ok sem að er þú veist, að því að maður held að þú veist það er engin stræti á Íslandi, það er bara götur eða vegir Cuxhaven brautir Cuxhaven braut Þið vitið það er bara ein gata í Grundarfirði Svo er allt hitt brautir Á Grundarfirði? Í Grundarfirði Interesting Heitir það Grundagata? Ég þarf að veiða hann í Grundagata Heitir það Brundagata? Þú notar kjálkan alltaf mikið í samdafetta við þurfum að hérna Já, ég er búinn að setja hann saman aftur Þetta var fyrir þig Bjarni, ætlar að ringja í myndiræðir Við getum ekki unnið þessum aðstæðum Jú, við þurfum að hafa þetta hérna Það er fokkin engisprettur, það er kakkalakkar á veggjónum Ég er búinn að mæka þér upp Ég hækka bara í þeim ef þær þurfa að hlusta það bara Það er alltaf að fara að tjá sig Hvað? Já, nákvæmlega Herðu, sko, við erum hérna, við byggum til þetta stúdíu Þú ert að þakka okkur En ég þarf að fara að gefa þeim fljótlega Heldur skordýr Helviti skordýr Hvað segir þið, hérna Ég er, eins og já, við þurfum að tala um síðasta þátt svolítið og hérna Það eru nokkri hlutir Já En þú byrjar Sko, það lá ekkert sérlega vel á þér mér Yes og eiginlega bara engum í þættinum Það var allir einhvern veginn, jú, þú komst kannski svolítið hressinn en dastu niður, fannstu að hafa dottið niður eða varstu bara Þú hlófst náttúrulega mest á honum Jóhanni, sko Já Eins og gerist Ég bara spá, sko
Var þetta hérna, varst þú spenntur fyrir þessum þætti? Verður ég spenntur fyrir þættinum? Já. Hann er spenntur fyrir öllu Meinar þá spenntur áður en að, eða spenntur fyrir að... Já, varstu alveg, fannst þér þú vera alveg tilbúin til þess að takast á við þennan þátt sem var síðast? Meinar þegar við byrjuðum að taka upp? Já. Já, en svo fór Geir, svo voru tæknilegir örðleikar og þá var svona, ok, vesen, en ég var bara basically bara að reyna að gera sem best úr þessu. Já. Af því í rauninni, þú veist, það versta sem þú getur gert í, þú veist, ykkur productioni ef eitthvað fer úrskeiðis að vera bara stopp, ekki gera, þú veist, miklu frekar að reyna að halda við orkunni og svo klippa það út frekar en að vera með, þú veist, down energy. Það er alltaf mín policy að reyna að halda upp við orkunni. Hvort sem það siðferðislega rétt eða ekki. Af því að þú veist að húmor... Já, basically. Þetta svolítið þannig, sko. En það var ekki bara það. Þú varst með magasár? Ég var með magasár. Eða svona, það var ekki orðið magasár. Ok. Ég hef einu sinni fengið magasár á ævinni og það var í hérna, skal ég ykkur segja 7. eða 7. bekk. Ég var í náttúrufræði. Ok. Og það var, hérna, náttúrufræðikennarinn var að tala um heimsendi. Ok. Og ég hérna, sem sagt, sitt hérna í þessum, hún var að tala um eldfjöll og þú veist hvað geti farið rátt í hún var ekki að tala um, þú veist, svona apocalypse eins og biblíu, hún var að tala um, þú veist, sem sagt, það eru eldfjöll sem getur sprungið, alvöru heimsendi. Yellowstone og eitthvað svona kjaftaði. Þannig að ég rétti upp höndina og þarna byrjaði þetta, sko. Ok. Ég rétti upp höndina, má ég fara á klóstið? Og hún bara, já, ekki malið, hélt áfram að tala um eldfjöll og eitthvað. Okay. Og ég fyrir fram og bara magaverkur sem var í mánuð þangað til að ég man hann svo vel, þetta er verkur, hann lýsir sér svona eins og, þetta er bara magakrampi og það virkar ekkert á þetta nema eitt meðal sem ég gat ekki tekið af því að ég guppaði bara. Kannastu það? Það er hérna, ég man ekki hvað, þetta er Pepto-Bismol Íslands. Ok. Þannig að þú veist, þú getur þamba Pepto-Bismol af því að það er gott bragð, sko. Jarðarberja bragð. Ég hef aldrei smakað, mér langar að prófa. Right. Ég þarf að panta það á Amazon. Hefur þú fengið magasár eða? Já. Einu sinni eða oftar? Einu sinni. Hvað olli því? Það er óvitað, það er bara stress. Já, þetta er stress og... Það lísti sér þannig að ég vaknaði og lappaði fram í ískáp og sér aldrei dætti út. Fjall áttu um mig. Bara sársauki? Yes. Já. Hafið þið fengið hérna... Ég hef ekki fengið magasár. Hafið þið fengið þursabit? Já. Byttu nú við, það er... Takk. Já. Nei, en ég hef slitið á mig náran Ég hef reyðið tussur á mér vöðva í leirinu við að dansa. Ok, það er svolítið brútal. Það er mjög legit. Ég man bara, ég fikk þursabit í 8. 7. bekk. Hvað endist þursabit lengi? Það er alltaf hættir að býta þig. Í rauninni. Og er þetta heftur bara í marga mánuði þá? Nei, þetta var í, sem sagt, ég man ekki nákvæmlega hvað sem, ég man bara að því ég var á neðri hæðinni í skólanum, þú veist, ég var í 7. eða 7. bekk, ég man ekki nákvæmlega, og ég þurfti að fara upp stiga til þess að hringja heim og ég þurfti að láta Gabriel svona hjálpa mér upp stigan, ég var svo gamall kall. Það var súrt. Þetta er ekki gott, sko. Nei. Ég hef einu sinni farið úr axlalið. Ég leik mér svona því. Það er ekki cool, Sami. Viltu ekki gera það? Þó að... Í gamla daga, sko. Gamla daga. Getur þú gert ennþá það? Ekki... Ég ætla ekki að reyna það. Það væri alveg gott atriði samt fyrir þáttinn, sko. Já, farðu á axlalið fyrir views. Jói með eitthvað funky. Hann getur látið svona... Hann getur svona poppað. Já, poppað öxlinni svona... Já, bara eins og þegar maður lætur hérna... Já. Nema það sést alveg, hann bara... Þetta er eins og glitsi í hérna... Tölvuleik. Hann getur snúið fætinum sínum 180 gráður. Og það er svolítið svona... Hann nota báðum fótunum í einu. Þegar hann hérna... Drakk, hann er ekki búin að... Ég held að hann sé ekki búin að snerta áfengi núna í... Árið eða meira, já. 1,5. Alltaf þegar hann fekk sér bjór og hitti annað fólk en okkur, þá, hei, sjáu þetta.
og sneri hérna Og skeifunni ég man eftir þið fórum hérna á kollubar með honum Yes og þá gerði hann þetta. Já, hann var svolítið mikið í þessu sko. Eða þú veist, það er alltaf, ég veit ekki, ég upplifði það líka oft. Það kemur ekki eins oft tækifæri til þess, en ef við erum í partíum og ég er fullur með ókunnu fólki, þá langar mér ofta að setja báðar fætur fyrir aftan höfuð. Gerur þið það? Já. Ég er svo útskefur, ég veit ekki hvort ég sé að komið að fara. Herðu, við ætlum að tala síðasta þátt. Já, halda fram með það. Hérna, ég misti varst í vonduskapi, þú varst í... Já, ég fórum út í stress og magasár og eitthvað. Mér leiði ekkert sérlega vel og ég hérna, þú veist, ekkert, það er engin hérna leiðindi skilur á milli mín og Jóhann, alls ekki. Og hann er að hlusta á það núna og hérna, hann er, þú veist, hann er að búa til eitthvað svona japanska svona bölvun, svona miða til þess að setja á þig, senda þér í posti, þú svona opnar og þá kemur svona eitthvað svona draugur með svart hár. Svona interaktiv origami, hafið þið séð það? Já. Það er svona sem að getur lappað eða springur eða það er rosalega töff sko. Nefna hvað, hérna, hann var pínu sorry fyrir þessu sko. Og hérna, það er bara besta mál. Við vorum öll svona sorry. Já, það var svona almenn tilfinninga svona og fyrir þá sem maður er að hlusta sko, þetta er styrsti þátturinn af því að ég klippti hálftíma á þættinu. Já, það er kannski, ég veit ekki, kannski einhvern tímann í framtíðin, ég veit ekki hvort að það kemur einhvern tímann tilfelli þar sem við myndum releasa þennan hálftíma sem við klipptar út. Já, ef við gefum þetta út á DFT. Já, það eru special features. Já. Borgið okkur pening og þið fáið að vita hvað það gerðist. Þetta verður hérna, sem sagt, já, náttúrulega bara ef ykkur hefur áhuga, skilur, ég er, þá kommentið. Það er aðalega umræðefni sem var í þættinum og name droppi sem var í þættinum sem að ég þurfti að Já, það þurfti að klippa name drop. Þessi þáttur er komið 125 views á YouTube. Veistu hvað, við vorum að skoða það. Á ég að segja hana? Já, segðu hana. Þeir sem voru hérna á glugga, já. Það var tweetað þáttinn á Vestló síðuna eða eitthvað, það var eitthvað sem tweetaði. Hérna eru busarnir sem voru í þættinum, þessum þætti hana. Að versta er sko að þetta var þessi þáttur. Það var að versti þátturinn sko. Það finnir að núna eru allir þættinir okkar komin yfir 100 views. Nice. Ekki fyrsti. Og 73 views. Já. Ég er náttúrulega ekki búinn að prófa þetta neitt sko. En við skulum ekki eða bara almennt. Almennt sko, ég setja bara á Facebook og við bara hanga. En við skulum ekki tala um það. Við skulum hérna halda áfram að tala síðasta þáttaðins áður við farum okkur yfir hérna. En talandi þessa þætti, nú erum við búin að vinna rapparana. Já, við vinnum það fyrir löngu síðan. Já. Við vinnum það við þætti 2 held ég. Já, ég ætla bara að taka þetta fram. Taka þetta fram. Nú þurfum við að fara að hafa sambandi við þá. Breytið nafninu ykkar. Svo erum við hugsaðlega komið tónlistaratrið fyrir eitthvað þátt, ég er ekki að og ég ætla ekki að segja hver en það er góður maður. Gott gisk og rétt gisk. Nei, ég hérna nenni ekki að fá hann hingað inn. God damn Bubbly! Hvað var þetta? Hann segir þetta alltaf í lok, hérna, ég með hann á Snapchat og hérna, þó ég sendi ekki snap þá skoði ég stundum Bubba og hann er alltaf með eitthvað svona catchphrases sem að ég bara Þetta við sjúkur út í hann. Nei, Bjarni með meira hár en hann. Bjarni með meira hár en Bubbi Mortens. Já, reyndar. Snap. Reyndar. Bubbi, ef þú ert að hlusta en Bjarni er að calla þig out. Nei, ekki beint Bubbi minn, en við sko mér finnst Þú ert að heyra hvað Bjarni var að tala en áður en þátturinn byrjaði. Hann var að tala svona, ef ég sé fucking Bubba Mortens út á götu, þá myndi fucking berja. Ekki gera mig stressaðan aftur ég myndi aldrei Hvað myndir aldrei? Segja ljótt hann Nema þessar catchphrases, ég þóla það ekki. God damn Bobby Lee! Ég veit ekki hvort það sé að segja God damn Bobby Lee sem er uppistandari eða God damn Bubbly sem er kampæn. Og ég hef aldrei spurt hann. Kannski það er God damn Bubbi Lee. Af hverju ætti hann að segja það? God damn Bubbi Lee. Bubbi. Ég veit ekki, þetta getur verið eitthvað enga humor. Getur verið. Ég held að þetta sé eitthvað sem hann að reyna koma hérna bara í tísku sko. Ég veit ekki eins og hvort það sé sagt. Þetta er bara eitthvað sem þú ert að segja mér. Er Bjarni legari? Gæti verið. Afsakið. Herðu, þú fær ekki að forðast spurningar með því að lása vind út rassina þér. Síðan þáttur. Já. Ég held við skulum rappa upp umræðinu síðasta þátt og
kannski þeir sem eru fastir hlustendur Já, fastir hlustendur Settu við Geir, Delja, Unnur Ég meina, fólk hlusta bara að hlusta ég meina, það er bara þannig Hvað var það? Við ætlum kommentið Já, heyrðu Það er komment á síðasta þætti Það er eitt komment, allavega sem sagt núna, þegar við erum að taka upp 5. þátt sem er ég veit ekki hvað ég á að hugsa þetta komment Ég veit ekki alveg, sko Viltu hver ætlar að lesa? Við ætlum ekki að það eru meira Nei, alveg, hérna hann Bjarni Ég er búin að vera að svara, sko Já, það er komið Þannig ef við lesum upp sem sagt kommentið Sami, þú lest gaurinn og Bjarni, þú bara lest sjálfna þig Ok Þannig að, Sami Á ég lesi gaurinn? Já, og kynntu þig Sett, Mr. Everything Nelson Hey, I did it now You're part of the deal Og ég svara I only make deals in Icelandic Gráa svæðinu You still have to do your part of the deal Og ég veit ekkert hvað er að gerast Ég held að þetta sé, þú veist, hvað sagði hverju var Egill að lofa eða þú veist, ég fór að spá svona hvað er svona ekki að vilja Hvað er það? Hvað deal og allt þannig? Ok, og ég segi refresh my memory Gráa svæðið, I'm the guy from the Omgele sem á að vera Omegle Já, Omegle sem er hérna webcam Já, svona random hérna webcam Já Ef þú sverð svo á síðuna hans á YouTube þá eru ykkur myndbönd sem eru svona evangelical svona black Christian dæmi Já, þetta er en þú veist, ok, hvar fann hann okkar vídeo og af hverju sagði hann það sem hann sagði? We make a deal with the devil Ég veit ekki af hverju hann Þetta er að henda það sinni í þetta, sjá hvort það sé eitthvað tónlistaradrifi Já og þetta er akkur svona Þetta er svona, er þetta ekki hérna eins og sagðir í síðasta þetta Philadelphia tónlist? Þetta er með Philadelphia Bói, við nefndum það síðasta þetta Hvað með það? Það sem ég ætlaði að spyrja að ég var að hlusta á þáttinn Já Eru þau ekki kristin eða? Það er ekki sértrúarsöfnur Hver? Hérna Philadelphia What? Já, ég ætla að spyrja Google Ég veit reyndar, hérna þegar ég var að vinna í Reykjavík þá hitti ég konu sem var svolítið skrítin Hún gaf allan peningin sinn í Philadelphia kirkjuna Og er það, ég veit ekkert hvað að tala um Er kirkja á Íslandi sem heitir Philadelphia? Philadelphia kirkjan er hérna við byrjunum á Laugaveg Ok Hérna, sem sagt, nær Nálægt Nexus Já, er Rétt þetta Nexus, já ekki bara svona típisk svona hérna, gefðu okkur peningana þína Þetta er svona halleluja kirkja Já Halleluja, everybody halleluja En er þetta ekki bara svona típist svona gefðu okkur peningana þína og við hjálpum þér en samt ekki í alvörunni af því að við erum bara að nýta hérna trúðina til þess að Samkynniðir eru velkomnir í Philadelphia Já Ég meina þú getur alveg blekt samkynningt fólk líka Já En Friðrik Ómar segir að Philadelphia söfnuðin farið rangt með mál Samkynniðir að það Ég er bara að lesa fyrirsagnir hérna á Google Ok Ég er að velta fyrir mér Nei Er okkur að ringi? Goddammit, Bjarni, við vorum að tala um þetta Unprofessional Bjarni Hver er að hringja? Unprofessional Í aðeins Þetta er frábært útvarpsefni hér núna Halló Hæ Ég er á nöðunum, en það er að koma að segja mig. Ég er í útvarpinu Hæ? Ég er í útvarpinu Ok. Þú er að ringja mömmu þína Ég er búin að ringja mömmu. Hvað sagði hún? Svarar hún ekki? Nei, hún svarar. Hvers slags móðir er þetta? Hún er svo dagana. Allar að setja þetta í þáttinn Já Hérna, Elisabeth Já. Þú voru að labba heim Þú voru að ringja bara heima, Simon Goodbye. Ekki res með það, sko Er hún orðin daldið úlingur? Helduru? Ég veit ekki hvort við megum tala um það En þú veist, það er alltaf að fyndist á einhverjum punkt Bjarni hristir bara hausinn Þetta var frábært
Hættið að tjá ykkur. Þeir eru skordýr, þeir lifið ekki svona lengi. Hérna Hvenær fóruð þið í gegnum gelgjuna? Og hvað var það svona versta gelgjumoment sem þið gerðuð? Eða þið munið eftir, þar að segja. Og þið vilja tala um það. Já, Ég er ennþá býð eftir henni. Já, ég var ekkert svo slæmur sko. Er það þess vegna sem svona lítill? Já. Ég tók hérna Ég meina já. Ég borðaði ekkert mikið og var ekkert feitur. Varstu svona þannig gelg? Já, ég var þessi. Ég held ég hafi ekkert ollið eða valdið foreldrum mínum vonbrigðum, skilur. Ég held ekki. En þetta gelgja sem ég fór gegnum það var bara að vera bara einhvers þar inn í herbyggja. Já, ég svaf svolítið mikið. Mér var eins og glimt á Akureyri af því ég var inn í herbyggja sem Andreysbað og mamma og pabbi tók eftir þegar við komum til bíl bara shit, hvað er sammi? Hvert voruð þið komin? Út í bíl að leggja stað. Já, ok, þannig að það hefur verið gaman að þið verið komin aðeins lengra. Þið voru komin hjá Blendós. Hvað er sammi? Ég held að ég reyna að muna eftir, þú veist, ég var svona sveipa, ég var mjög svona einn oft, spila töluleiki. Ég held að það var rauninni, en það var eins og það var mjög erfitt að eins og fara í ferðir eitthvað þannig með mig. Ég vildi bara vera heima. Ég nefnilega var svolítið, ég var svolítið duglegur að fara í ferðalög áður en að ég datt á gelginu. Jói greip mig svolítið. Af því hann var með kjallarann. Já, definitely. Við vorum bara þar og hann var alltaf með jóapítsu og þess vegna var ég feitur. Og þeir sem veit ekki hvað jóapítsa er, þetta er með því betra. Þetta er meira svona pizza pie. Já. Og hann notar tómatsósu í staðinn fyrir pizzasósu. Sett hakkið sem hann eldar hann upp á tómatsósu. Eldar hakk upp á tómatsósu? Nei. Jú, hann gerir það reglulega. Hann setur tómatsósu og eitthvað svona krydd með og hann svona blandar og þetta er allt eftir bara svona tilfinningu sem hann hefur þróað í gegnum árin. Ég hef reynt að gera jóapizza heima hjá mér. Það hefur aldrei bragðast eins og það sem kemur út úr ofninum í honum. Ég hef átt alveg eins opna hann og reynt að elda jóapizzu. Nei, það er ekki séns. Ég fæ bara túristi. Annar túristi. Heima sofa! Benni, viltu vinsamlegast ekki öskra á útlendinga? Heyrðu, við vorum að tala um Philadelphia og Sértrúnsöfna? Já, þegar hver var sá fyrsti til þess að uppgötva eða finna til samkynhneigðar? Bara, við vitum að dýr eru samkynhneigð. Já. Þú veist, svona höfrungar og þú veist. En ég er ekki að tala um það, mér er alveg sama hvernig þeim líður, sko. Nei, ég er að segja, þú veist, ef þú ferð, þú veist, nógu aftur, þannig að það var þá einhver api. Ég er að spá í hvaðan leið þú varst af mannesku, Neanderthals maður. Það var örugglega einhver Neanderthal samkynhneigður. Alveg klálega. Já. En ég er að spá í að því að. En þannig að því að þú veist, að því að sumar forn menningar. Hvað er sami? Ég er inn á philadelphia.is og ég lesum til þetta. Þau segja, við erum samfélag fólk sem viljum fylgja Jésu og byggja líf sitt á grundvelli biblíunnar. Sem við trúum að sé Guðs orð. Þannig að já, þau eru kristin. Alright. Af hverju geta þau ekki verið bara í er þetta ekki bara annar peningaþóttur? Jú. En það ekki? Jú. Einhver ákvað að búið í kirkju en þetta er samt kristni trú. Já. Hver er þá? Þurfa ekki bara að breyta, þú veist? Þau eru að setja auglýsingar sem með meiri þjónustu og meiri félagslíf og eitthvað. Allavega á síðunni. Já. En á philadelphia.is/NYR. Meðlimir, 2 ára meðlimir með að taka þátt í orgíunni. Check. Ég kvætti það út. Allar að kvætta það út? Nei. Þú getur fylgst með þeim á Instagram. Getur fylgst með orgíunni á Instagram? Facebook. Og svo stendur hérna neðst á síðunni kennitala og 2 reikningsnúmer. 2? 10 og gjafir. Já, er það til þess að fá frá þeim? Nei, leggi inn á þau. Hvað er 10? Ef ég bara vissi. 10 Er það svona bæna kjaftaði? 10? Það hljómar eins og eitthvað religious dæmi. Við vorum að, hvert vorum samkynhneigð hérna með Neanderthals menn. Já. Spurning sko,
var þetta vandræðalegt fyrst eða var þetta bara samþykkt? Örugglega. Þú veist, voru ekki bara allir með öllum í... Já, þú veist, ef þú hugsar forn menningar sem þú veist, Grikkir, þú veist, þeirra viðhorf gagnvart samkynhneigð allt öðruvísi af því þú veist, það líka til svona hvað sem tribes sem eru ekki sem sagt nútímavættir eins og við kalla sem eru, þú veist, með þeirra viðhorf gagnvart kynlífi Gender fluid. Já, til dæmis. En hver ætla hafi verið fyrsti neanderdalsmaðurinn eða hver ætla hafi fyrst uppgötvað að menn deyja? Einhver neanderdalsmaður að leika vin sem drepur hann úr í einhvern fíflalátum? Þú veist samt að neandertalsmenn eru ekki sem sagt, eru ekki of humans. Nei, ég meina, þú veist, þetta er svona jú, en það ekki, er þetta ekki? Nei, sem sagt neandertalsmenn og homo sapiens eiga sama sem sagt, neandertalsmenn eru það rauninni sem sagt afbrigði af humans. Frændur okkar. Já. Frændur okkar, ok. Hvar komum við þá inn í þessa sögu? Sem sagt, við erum homo sapiens að þú ferð yfir í minni mig homo erectus, held ég. Þetta voru neanderdalsmenn voru samt eins og manneskjur í læginu? Já. Þú veist, alveg eins og þú getur verið með ljón og tígristýr, en þetta eru samt, þú veist, mismunandi... Ég skil þig, já. En það er ekki umræðefnið. Hver drap vin sinn óvart og þú veist, og fatta hann er ekkert að fara, þú veist, hann er bara súandi, skilur. En ég menn, þú veist, fólk... Stinga hann með spjóti í augað, skilur, bara En apar eru búin að drepa hvern annan löngu áður en að, þú veist, við urðum að fólki. En hversu vandræðalegt er fyrsta morðið? Það er mjög óþægilegt að vera svona stingur. Voru þið svona að drepa svona loðfíl og svona, Einhver á fyrir spjótinu? Nei, hann svona drap loðfíl og svo var svona, ég er forvitin hvernig þetta verður. Stakk sjálfan sig svona, Ég sé þetta fyrir mér einhvern veginn svona, sko. Svolítið animatað. En, og fyrstu eineggja tvíburandi til dæmis. Ungdag, drepa fíl, ungdag taka spjót, stinga sjálfan, ekki gott, bara prófa, gera tilraunir. Já, allt svona fyrst, eins og, þú veist, þetta er svo klísulegt að segja hver á fyrsti til þess að prófa að drekka mjólk. Já. Við erum ekki að, þú veist, við erum að taka þetta. Hvað var hann að hugsa? Já, það er nefnilega... Hann var örugglega geðið þyrstur. Ég held að sé samt bara mjög augljóst hvernig það var. Já, hann var að horfa á konu. Hann var að horfa á konu, já. Og sá sem sagt að konan var að gefa barni og svo vildi hann pröfa það, hann mátti það ekki, svo sá hann belju og var svona ég ætla að tói spyrjan á þessu. En ég meina, ég held að, þú veist, ykkur spyr hver er svo fyrsti til þess að prófa þetta? Ég held að sé bara klift og skorið á, hver er svo fyrsti til þess að borða kæstan hákarl? Hverjum datt í hug að kæsa hákarl? Já, nákvæmlega. Af því þú veist, ef þú borðar hákarl venjulega, þá deyrðu af því hann er eitraður. Þannig að það er svona, ok, hann er... Ef ég míga á þetta og greiði þetta þannig að það hlýtur að hafa verið ykkur. Hversu margir hafa dáið bara að finna þetta út? Ég er mynd að spá, það er góðu punktur, sko, hvað hafa margir dáið bara við að smakka eitthvað ber í skóginum? Og það er bara eitthvað teimi í frumskóginum. Bara, við erum að tala um lengst aftur í tíman, sko. Einhver að smakka hérna laufblöð og ber. Eitthvað svona snertir brenninetlu. Ég með svona... Hvernig smakkaði þetta? Og einhver annar frumbyggi með svona klippbord og bara, ekki borða þetta. En þú veist, svo koma þér, þú veist, saman í hellin, þú veist, kvöldið. Og þú veist, telja, ok, hvern vantar? Já, og þá svona vita þér, ok, þessi eru líklegast dánir. Svo eru þessi sem eru ennþá lifandi, en þú veist, eru svona afskrættir, eitthvað svona, eða get veikir, þá svona, ok. Blóðsprungin augu. Já, nákvæmlega. Þú veist, eins og fyrsti gaurinn til þess að, þú veist, borða svona magic mushrooms. Já. Þú veist, það er alltaf hana kenningin sem sagt... DMT. Nei, eins og með api, sem sagt monkey on acid. Já. Þú veist að það hafi verið, þú veist, api sem, þú veist, borðaði eitthvað svona psychedelic dæmi og bara eitthvað svona Já. Og það hafi svona Ég sé ljósið. Og svona að því að þetta var Bill Hicks í partur af Bill Hicks uppistandinu, þá var að tala um svona fyrsti apinn til þess að borða magic mushrooms, horfði á tunglið og hugsa með sér One day we'll go there. Trúið þið að við höfum farið á tunglið? Já. Ég held líka. It's plausible. Ég sé ekki af hverju við ættum ekki að fara þangað. Og ég búin að fara næsta stöðuna. Já. Og hefur þú farið þangað? Já, ég fór í svona túr NASA stöðuna. Fyrst að sittast inn í eldflug? Eða svona cockpit? Við fengum að setjast inn í, það var basically,
það var búið að taka sem sagt gamla eldflaug og sem sagt þú gast sem sagt skoða inn í hana. Þá búið að taka henni svona í sundur og búið til svona safn í rauninni. Ok. Eitt af hérna sjá. Jú, svo fórum við inn í sem sagt stað þar sem þið geymdu svona eldflaug. Við erum talað um eitthvað svona kannski basically þetta var svona skipt í nokkur form. Þú veist að þetta var engineið, svo var hérna the fuselage og allt það dæmi. Þetta það sem að NASA bara með bækistöð? Þetta fyrir utan? Þetta sem sagt bækistöð. Þetta í Florida. Já. Ok, og þannig að þetta að fara að fjúka til helvítis núna? Jó. Yes. Þetta var fjúka til helvítis. Fjúka til helvítis. Það var reyndar, þegar vorum að keyra hérna sem sagt að því að þú ferði svona rútu. Já. Og þú ert að keyra hérna svæð, þá sáum við hérna það voru hrægamar að borða krókódíl á hérna dæminu og túrgætinn sagði við erum að passa okkur á mjög heitum dögum að sem sagt þegar við erum að fara í bílun okkar af því að krókódílunir fela sig undir bílunum af því að í skugganum og þeir býta öklana þín. Oh my god. Núna felaði þessi bara inn í húsum í Florida. Já. Ég heyrði að það voru hákarlar í fellibilnum. Já. Sharknado. Nákvæmlega. Gatorado. Ekki komið 3 svoleiðis myndir? Ég held að segja, jú, Sharknado 3. Já. Hérna, skoðaðu þessi leikstjóri, tjekka á öllu myndunum sem hann gerir. Það þú veist. Þetta allt sorp. Þetta samt, hann gerir þetta viljandi, sko. Já, ég veit það, en þú veist, þú getur viljandi búið til sorp. Já. Sjáðu hvað við gerum. En þetta svona köld, fólk að fíla þetta samt. Ég hef gefið þessu séns. Það komið Sharknado 5. What? Sem kom út í ár. Við þurfum að fara að taka hérna marathon á þessu. Þú veist að tala að horfa á lélega bíómyndir og tala þar. Reyndar. Af hverju ekki taka Sharknado? Ég var til að horfa einhverja Neil Breen myndir. Það trippy as balls. Hvaða, hérna? Já. Heyrðu. Hann er mikið sem hryllingsmyndum. Já. Boo, Headless Horseman, það hérna No Sleep, Forgotten Evil. Hafið þið gaman hérna hvað heitir myndin? Þeir gerðu Netflix þætti hérna hann með vélsög fyrir hund Evil Dead. Evil Dead, já. Hafið þið ekki gaman að það er ekki að báðu sísonar ég er að tala um myndirnar og þættirnar líka. Þættirnir eru mjög góðir. Já. Og hvað heitir hann hérna? Bruce Campbell. Já, Bruce Campbell. Ég er búin að vera að hlusta á viðtöluna því að eftir að ég horfði á þættina þá fór ég svona aðeins að fylgjast með honum og hann er með skemmtilegri mönnum sem að hérna. Hann er geðt cool gauður. Já, mér fannst hann ekki cool í fyrstu myndinni fyrir en ég horfði á hann í annarskipti. Já, meina. Það var svona af því að þeir voru bara að leika sér. Pappans lánaði honum penning $12,000 til þess að prodúsera þessa mynd og hann er milljónamæringur í Þetta er leikstýrt af hérna Sam Raimi. Það er gaurinn sem leikstýrir hann að fyrstu 3 Spider-Man myndunum. Ég kannast ekki við það. Þú veist fyrstu Ég hef ekki heyrt nafni sko. Ég veit hvað myndir það eru en sem sagt það er gaurinn sem leikstýrir og þú sér að hérna Bruce Campbell er með cameo í öllum Spider-Man myndunum. Já, alvöru? Já. Ég hef aldrei tekið eftir því. Mannum að þú leitir eftir. Og gerðu þeir þessa mynd saman þá? Nei, en þú veist að þeir eru vinir í rauninni. Ok. Sem sagt hann og Sam Raimi. Já. En ég elska hérna Evil Dead 2 og Army of Darkness. Mér finnst samt Evil Dead 2 miklu finnari af því hún er svo ridiculously over the top. Já. Þættin heita Ash vs. Evil Dead. Ash vs. Evil Dead, já. Það var hann að spin-offið, það sem hann er gamall. The Necronomicon. Já, The Necronomicon. Ég hafði gaman að hérna líka stelpunni og hérna afrógurnum. Ég veit ekki hvað það heita sko. Hann var alltaf að lendi í ykkur vesinni. Svo var þann andsetin eða eitthvað. Já. Mælið með þessu þáttum. Ash vs. Evil Dead. Herri strákar, hvað er þetta? Hljóð. Takk. Hvað haldið það sé að gera? Do you enjoy this? Hljóðdagsins. Eitthvað tengt vatni. Er verið að hérna úrbeina fisk? Þetta ljóma bara svo illa. Hvað var þetta? Það er bara að skvetta vatn á fólki í slow motion. Ok. Ég var bara með þetta hérna opið. Why? Ég horf alltaf á svona. Á hverju gólu svona klístrafjörn? Heyrðu, hérna veistu hvað gerist hérna aðeins að mig? Já, 200 miljón skóvila hérna sósan
Hún er Hún datt aftur Ha, datt hún aftur? Nei, anskotin Sleikti þetta Ég ætla ekki að koma með þetta. Sleikti þetta God damn it Já, sjöðu, þetta er farið að brenna í gegnum plastið Já Og ég Settu þetta bara eitraði þarna. fyrir agli síðast. Yes Það var mjög gott Wow God damn it, leiði þetta frá þér Setti þetta í augun á þér Gerðu það fyrir mig. Það ekki bara henda þessu Nei, ég ætla Gemm þú þetta? Heyrðu, setti þetta á pappirinn Láta það standa Nei, það dettur Þetta, veistu hvað það kostar? Nei $20 Also þetta fór á þetta hérna Það fór á sokk Má sjá það Þessi sósa er bara búin að vera með vesinn Já, hún er að bræða Ég þarf að taka hana heim Ég þarf að taka hana heim Og Skiptum í glas. Heyrðu, talandi um sósur Ég fekk nýja sósu um daginn Hún brennir öðruvísi heldur en þessi sósa Ok Þegar ég brennið ykkur á heitir skinku Já. Þegar svona upp í lofti á Já Þið veit ekki að það er að fá svona blöðrur og svona Gerist mjög oft þegar ég borða pítsu of hratt Já, maður er alltaf svo spenntur að fá fyrsta bitan sko. Og svo svona festist ostur Ég var einu svona í ammæli hjá hérna félagi mínum í gamla dag Þegar ég var 10 ára gamall Og það var svona heimaböku pizza Og það var skinka á henni Og hún kom beint út úr ofninum Á borðið Það sem allir voru geðið spenntir Pizza, skilur Pizza í ammælinu sko. Pizza ammælinu Ég tók bita Þetta er heitt Dró á þess að opna með kjálkan Og skinkan fór svona og lagðist yfir hökun á mér Ég var með svona brunasár Ég var með 3. brunasár á hökunni Lol. Það var mjög vont Og ég var ljótur í alveg 3 mánuði eftir á Af því ég gæti ekki fallið þetta með skeggi Af því ég var bara 10 ára gamall sko. En þessi sósa sem mástu kaupa. Já, hún er morð Bara 3 mánuði Hún heitir The End 3 mánuði, eða örgulega lengur sko. Þetta var svona rautt þegar að örið var farið Það var hérna Það var svona bara rauður svona, ég var með svona valbra á hökunni Sósan The End Og hún er hversu sterk? Það stendur ekki eins og niður En hún brennir öðruvísi Það er svona eins og sér bara með brunasár í munnunum sko. Og loðir þú hefði þurft að hætta síðan sko. Já Að tala Það bara pöntuður fyrir söpbökkökur og Já Freista, Egils Sjá, þetta er eins og blóð En, stráka mínir Það er nóg á döfinni hjá okkur Þetta er meiri svona spjallþáttur núna heldur en atriðaþáttur Já. Því ég er búin að vera í vinnuviku og ég get ekki hérna verið að hugsa fyrir okkur alltaf Þetta er líka Hei Ég er alveg, það er svona horfið á Egil sko En hann stendur sér samt Það er samt Ég preppa aldrei fyrir þann þátt En sett fyrir út Fyrsti og annað þátturinn voru mjög góður Já. Það var mest allt bara spjall Reyndar Og síðan þátturinn máttu vera svaklegur atriða þáttur Hann fór bara í vaskin Nei, 4. Já, sett síðan þáttur, 4. þáttur Já, 4. þáttur Já, atriða þáttur Já. Þannig að við erum að tala um að það er kannski ekki sniðut að vera með atrið Nei 3. þáttur var samt meira atrið þáttur heldur en Skemmtarinn góði maður Skemmtarinn Já, það var líka bara Lesa random ljóð Já, hann var random En við erum líka mjög random náungur Hashtag random #random En hérna Ég heiti að því við erum að tala um gesti og svona í þættinum og eitthvað sem að gætu komið fullt af fólki sem að vill koma en gat ekki komið núna Já. og datt í huga ég heiti Orra í nettóndaginn sem að er hugsanlegu kandidat til þess að mæti þáttinn Og hann hlustar á þáttinn Hann hlustar á þáttinn Já, og hérna Heyrðu, Dóri, við viljum fá af þig. því að hann er í sama pakka á ég með lélega brandara Það er gaman að vinna með þér, Orri Ég hef gaman Það er góð að lykta þér Hann er ástæðan fyrir ég spila á hljóðfæri í dag og er í tónlist What? Yes sir Ég Er það honum að kenna? Það er honum að þakka Orri Hérna Damn son En hérna ég hitt hann í Netto og á kassa og hann var með svona Senseo kaffi Póka eða svona pakka og hérna Og hann sagði ég spurði rólegur ég spurði hann hérna er þetta gott? Og hann sagði já þetta er alltaf leið og ég segi já ég hérna er að spá að kaupa með svona kaffikunnu af því að allar uppáhellingar kaffikunnunar mínar þær brotna búin að brjóta 2 kaffikönnur á síðasta 1,5 ári og hann var mjög snöggur og sagði þú voru að hætta að hella upp á svona sterk kaffi Ég var að búist að þú myndi sjá þetta er sensor Þetta meikar ekki sens Þetta
Þetta er Bjarnabrandari. Veistu hvað kallar hérna Nei, þetta er pönn, hitt er meira svona Veistu hvað kallar hérna sjokkarandi lax? Hvurslags? Ó Ég ætla að stela þessum En Orri Ég sá myndi það- alveg fitta enn einu sko Já. Já, definitely. Heyrðu það, Orri? Heilkveitis Orri Ormaster Hvað er þessi mikilvægast að starfa á Íslandi? Mikilvægast að starf? Já, og þú veist, ég þarf að veðja pólitíkus að séu ekki Skilgreindu mikilvægt. Mikilvægt í, þú veist, hver af hverju eða, ok við erum að tala um alþingi sem er ekkert sérlega mikilvægt Ok. Hvað að starfsgrein Ruslakallar. er það ekki? Jú. Ef að ruslakallar myndu hætta að Hversu fljótt fyllist tunnan þín? Svolítið hratt Nákvæmlega, þú veist, getur ímyndaðir ef það veri enginn sem myndi koma, keyra upp á húsinu þínu og taka þig burtu. Ok, það væri mjög pirrandi Á einu mánuði. Það væri mjög pirrandi Einu mánuði, vika Það er náttúrulega einhverju sem myndi bara fara ég er með að segja, þú veist, á einu mánuði, hvað væri komið mikið rusl fyrir utan hér? 4 tunnur. Já, þetta eru 4 tunnur og hvað? Já, það er losið að hvað, 11 dagar fresti. Nei, ég held að koma einu sinni í viku hérna Já, ok. Sem að er mikilvægt af því að ég Það kemur einu sinni að ná í rusli og einu sinni að ná í grænu tunnuna. Já. En ég meira að þú veist hver Ég held að Mæki var að beila aftur Ekki gera þetta Ég er svo stressaður Sami Hættu þessu Það þú veist að segja. Hérna, ég held að við höfum bara list þetta strax Ég held að séu ruslakallar Og Líka þegar þú eru að pæli því að það að fjarlæga rusl er bæði líka svona, það er heilsudæmi. Það er heilsudæmi. Já. Hversu mikið af sýklum og drasli myndi koma ef allt væri rusli? Flugur Flyður. Skordýr. Kissla flugur. Bakteríur. Þannig að Batteri. Já, þetta var auðlist Ég var bara að velta þessu fyrir mér og mér datt ekki í hug ruslakallar Ég bara gat ekki velta þessum steini og fundið út hvaða starf væri mikilvægast. Þú ert ekki með klár? Nei, Þú veist, ef að bændur og það myndi hætta að vera með kjöt og eitthvað, þá er þetta bara innflutt. Já. Grænmetið, það getur verið innflutt. Ruslið. Allt innflutt, ruslið verður að vera flutt út, sko. Já, það þarf ykkur að taka rusl. Hvað þetta að losna við frá heimilinu? Já. Heyrðu, talandi rusl þá, mér skilst að þú veist, þið viti hversu stór Ætlaðu ekki að hætta að tala um alvarspið? Drop the ball. Fyrir það sem hafa verið að hlusta á síðustu þætti, þá fætti það bara andra. Já. Ég Þú veist að segja Sementverksmiðja. Já, þið viti hversu stór hún er. Hvað er talað um? Á Akranesi. Sem er verið að fara að rífa. Já, þú veist sem staði. Þannig ég verð ekki að heyra ranga fréttir. Nei. Hvert í anskotunum ætlaðir með allt þetta sement og allt þetta drast? Það hefur ekki notað heil lengi. Ég veit það, þetta er yfirgefið sko. Já. Ég meina, hvert faraðir með, þú veist, bara bygginguna? Hvert faraðir með steipuna og... Þetta verður brotið niður, þetta fer suður á stóra haugana. Stóru haugana? Það er stóra haugana. Hjá Skótsvæðinu? Nei. Suður. Þetta fer ekki upp í grjótnámi, sko. Nei, ok. Þetta fer suður og þar er þetta mólið niður og fer í vissa flokka. Þú veist, þegar þú ferð þarna, þetta er sko fjöll af niðurbrotum timbri, söksuðu dekkjum. Þannig að þegar ég var í Berlín, það er fjall, þannig að hóll í rauninni, sem er í rauninni gamla Berlín. Sem sagt eftir seinni heimsstyrjöldina. Túristar. Já, túristar. Þá búið sem sagt... What the fuck? Hvað gerur þið? Ok, sorry. Á hvert að hleypa mótmælundum inn. Þú veist, þeir voru passing through. Anyways, Gamla Berlín. Gamla Berlín, sem sagt, allar rústirnar eftir seinni heimsstyrjöldina. Gerð þú þetta? Nei. Fyrirgefðu þið sagan? Já, sem sagt, þetta er basically bara hóll af drasli sem er núna bara skóur. Ég búið að landið jörðin er búin að taka yfir. Já. En það er ekki fallegt. Jú. Það er svolítið spooky. Já, nei, þú veist, þú sér það ekki. Já, ok. Og í rauninni þú ert að labba í skóginum. Það er bara eina ástæðan fyrir við vissum af þessu er að því að sem sagt, þegar við vorum að labba í gegnum þetta, þá sem sagt vorum við með mannesku sem útskýrir fyrir okkur sem sagt þetta er, núna erum við að labba á gömlu rústunum.
að þetta var bara allt sett í eina hrúu og svo núna er skór yfir þessu. Hann takkilega að segja tilvalin staði fyrir eiturlyfjasala til þess að hitta einhvern. Já. Og láta einhvern hverfa jável. En þú veist, þetta er eins og bara svona public garður. Ok. Og efst upp á hólnum er hérna yfirgefin radarstöð. Það er svolítið sem hægt er að fara, og það er fyndið, það eru anarkistar sem tóku yfir stöðina og eru með svona listasýningu, bara máluð alla veggina, þetta er geðvegt flott að fara hana. Það finna er að þú þarf samt að borga það inn, af því að anarkistar þurfa samt að borga skatta. En þú veist, þannig að finna, þegar þú ert inngangin, þá þarftu ekki að, þú ert ekki að borga þig inn, þú ert að gera hérna mandatory donation. Ég skil. Þannig að það var skattin ekki teknir af því. Nei, þetta er hérna, þú veist, þú þarfst að borga þig inn, þú þarf að borga skatta, en þú veist, þetta er bara orð, þú veist, þú ert ekki að því að þú ert anarkisti. Þú ert ekki að kaupa miða, þú ert að gera, sem sagt, það er verið að neyða þig til þess að, hérna, donata pening. En hvað er þá verið að rukka inn í svona? Þetta er bara 8 eurur. Nei, jú. Þú veist, þetta er mér bara svona fyndið að anarkistar þurfa að borga skatta. Já, býtum við þurfa að, já. Nálega. Það er erfitt að vera og þarf líka, þú ætlar líka að skrifa undir svona dæmi þar sem sagt, þú berð ábyrgð á sjálfum þér af því að þetta er, þú veist, þetta er yfirgefin radarstöð. Já, þannig að þú getur bara auðveldlega bara dottið niður í eitthvað gat. Það hefur örugglega einhver gert það, já. Definitely. Hérna. Já. Við elskum að borða. Já. Og ég datt niður á vídeo, það hefur örugglega einhver heyrt þetta áður. Þetta pirrar mig svo mikið. Öfgavíkan. Og sem að segja þá drepa allar sem að borða bacon og kjöt og eitthvað. Nei, það er öfga. Þetta er svona cringe. Þetta er einhver ákvað bútið tónlistavídeó. Voru ekki að tala um að hætta að horfa á vídeo í þættir? Jú. Okkar vídeo. Þetta er tónlist. Þetta translatast alveg vel í útvarpi. Tónlist virkar ekki í útvarpi. Nei, það er nefnilega kannski. Hún virkar ekki í útvarpi. Heyrðu, hún virkar ekki. Ég vil bara að við mögum tala yfir þetta, við þurfum ekkert að hlusta á lagið, en bara að. If you gain weight from too much chow, I will never call you a cow. I respect you and cows. Don't use cow as an insult. If you eat every single fig, I will never call you a pig. I respect you and pigs. Don't use pig as an insult. Animals are innocent. Ég var svo reiður þegar ég heyrði þetta sko. Use the name of an animal as an insult for a human. Ég heyr ekki í sjálfum mér, en Don't be speciesist. Don't be speciesist. Er þetta ekki Er þetta ekki gerfi? Eða þú veist, er þetta ekki Hann er ekki að grínast, þessi. Þessi maður lítur út fyrir að stunda kynlíf með kindum. Já, hann lítur Ángríns. Hvaða guður? Þessi hérna. Nei, ég er að tala með þessi gráhæra þarna. Ég veit ekki, þau líti út eins og séu þannig gegn vilja sínum. Reyndar. Já, þau eru með sýnta í þetta með hendina. Á stólum. Sýnti eins og. Og svo gaurin bak við að halda þeim með föngum. Já, nákvæmlega. Dansandi bak við eitthvað. Þannig að svona þið verðið að taka þátt í myndbandinu, annars mun ég ekki sleppa dóttur ykkar. Talandu rottur. Já. Vorum að heyrum 13 stelpuna í París. Býtu. Sem er rotta? Nei. Það réðst hann á rottu gengi. The Rat Pack. Heyrðu ekki þér? Nei. Býtu. Voru að laga hana. Já, það var þegar þú varst að færa hellingadrasli. Já. Ok, þið heyriði mér. Já. Nei, það var að snúa þessu bara. Alright. Komin. Já, ok, núna heyriði ég í mér. Já, já, 14 ára stúlka sem var líkandi upp í rúminu sinu. Þau voru að leigja einhverja íbúð á einhverjum kalli. Einhverjum frakka. Og hún er, lömuð. Það er verst. Já, og það réðst hann rottur nóttina. Og þegar pappa hennar kom að henni, það blætti úr eyrunum á henni eitthvað. Alright. Hún er með 45 sár í andlitinu. Damn. 150 á handleggjunum og 30 á fótleggjunum. Og það var búin að naga framan af puttunum eitthvað sem var ekki hægt að gera við. Damn. Býtu. Hún var bara í rúminu. Hún var bara í rúminu. Og rottur bara réðast inn til hennar. Bara rottur gengi. Hún er lömu fyrir neðan mitti. Já, ok. Gat hún ekki kasta þeim á sér eða? Ég veit ekki.
Ég meina rottur eru frekar stórar, hvað er hún gömul? 14 Og rottur gengi sko. Já, þú veist Þetta er ekki ideal situation. Nei. Var það þessir? Bumba, gengi Sjáu þetta hlustundur, sjáu þetta Rat Pack. Já Það kom svona big jazz band inn í herbergið og nagaði hann. Dean Martin, Frank Sinatra og Þessi að taka fram að því vorum að tala um ruslakallarna á hann. Þessi að þetta var allt í kringum húsið öll, allt hverfið var bara allt út í rusli og eitthvað. Þetta getur gerst ef ruslakallarnir hætta. Það er rétt. Ég veist hérna Það eru stundar í skólanum. Eitt sem ég lendi í flugur, ég þól ekki flugur en ég drep þar samt ekki. Á hverju ekki? Ég er svo Aumingi. Já. Hann er svo mikið vegan. Nei, tengist ég ekki. Bara, ég get ekki meitt dýr. Alls ekki. Og ekki flugurinn sí. Nema bacon. Ég er hérna Pempía. Nei, þetta er meira hérna ég get ekki gert flugum mein. Þessi Literally. Kóngulær? Ekki kóngulær, ég myndi ekki drepa kóngulær. Fiskur. Ekki fiska. Þú hefur drepað fiska. Þú ert að veiða fiska. Jú, en núna á þessum aldri okay. Ef ég veiði fisk okay. þá læt ég einhvern annan rótan. Nú Ég bara hefði ekki í mér að En ef þú fara að skjóta? Ég myndi ekki gera. Hvaðan kom þetta? Sko Hvaðan kom þessi slæmi draumur? Veikleiki? Ég veit það ekki. Þetta er umburðarlyndi. Gagvart flugum? Dýrum yfir höfuð. Flugum, já. En eða flugan verða að ráðast á þig? Ég meina, þú veist, það eru flugur heima. Self-defense? Ég skýri þær bara. Þær get ekki meitt mig. Geitungur? Geitungur, ég myndi rústa geitungur. Sko? Okay. Þannig að þetta er ekki alveg aggressíft dæmi. Ég myndi auðvitað verja mig, skilur. Okay. Gagvart alls konar tjúðus. En fuglar á sumrin við þjóðvegi landsins ég meika það ekki. Af hverju er þeir við götuna? Á götunni? Hitinn frá götunni. En á nóttinni? Þeir eru ekki á götunni alltaf. Mávar gera það. Já, þeir sofa á götunni. Á veginum. Við veginn. Líka á veginum. Eru þeir ekki með hreiður við veginn? Þeir sofa líka á veginum. Já, ok. Veistu, ég hata að elska fugla. Ok. Af því einfallega að þeir stökkva fyrir bílinn. Búm. Ég get ekkert gert. Og ég fyrir alltaf í sjokk hvert einasta skipti. Og datt í hug, þú veist, ég með vesala máva. Þeir eru oft inn í bæ. Eða þeir eru vesalir og þreyttir og svona. Gamlir og vangaðir. Veikir að vel. Gamall máður með gláku og gikt. Skilur? Já. Allir í olíu og viðbjóði. Barnabörnin farin. Já, barnabörnin farin. Kom aldrei heim svo. Nei. Ég sýni þessum fuglum alltaf mikla hlýju. Okay. Eins og, þú veist, síðasta vetur jólin síðast. Þá fann ég svona vesalan má með gikt og eitthvað. Hversu mikla hlýju? Ég 180 gráður í opni? Ég gef þeim að borða. Ég reyna að klappa þeim. Þeir vilja það ekki. Þetta var máu sem ég sá í 2 vikur á Akranesi. Gaf honum banana og gaf honum á 24. desember gaf ég honum hamborgarhrygg. Hann var aðeins lánað með það. Þú ert að ljúga? Nei, ég sver það. Ég trúi þér ekki. Ekki? Nei. Máurum alltaf gaman að hitta hrafna sem að vilja láta klappa sér og svoleiðis. Eldamannum, það er alltaf gaman. Já, þessi dýr eru ekkert svo vitlaus. Hrafnar eru ekki vitlausir. Hrafnar eru mjög gáðir. Þeir eru klárir. Það var máur daginn, hettumáur sem var gett vangaður á Akranesi. Er það svona þöggmáur? Já, nei það hefði eitthvað eitra fyrir honum eða eitthvað álíka og hann kom bara alltaf til mín. Ég var labbandi og nei, ekki, þú veist, hann gæti ekki flogið og var að labba á veggi og eitthvað fljúa á veggi. Yes. Og og ég er svona, nei, hvað er ég ekki ég nenni ekki að díla þetta. Ég meika þetta ekki, sko. Þannig að ég setti á mig gúmmihanska og eitthvað, tók hann upp og setti hann svona hans til hliðar og satt hjá honum í 10 mínútur og klappa á honum. Svo þegar ég var bara, ég verði að fara, ég meika þetta ekki, sko. Settist inn í bíl og ætlaði að baki burtu, þá kom hann
hann flaug svona upp og á húttið á bílnum bara, nei, ekki fara don't leave me og mér datt í hug sko, ég var að hugsa á leiðinni þá að hann var búið til svona mávahæli og fuglahæli hæli fyrir gamla og tuskulega máva já, af því að það er svo auðvitað að fá húsnæði já, eða þú veist, bara heima eða eitthvað já, konaðin er svo ánægð með það hún nefnilega, hún tekur inn dýr vilt og galið já vilt og galinn dýr ja, kötturinn er mjög ánægð með það já er það ekki stuð? það er stuð en mér langar að segja þetta að opna mávahæli þannig að fólk getur komið með máva sem það keyrir á sem eru lifandi ég get hlúa að þeim og veist fugla sem hafa lent í ykkur hremningum og reyna að koma þeim aftur út á eins og má var með áfallastreituröskun ég reyna að koma þeim á réttan stað í lífinu aftur sko já, finna fyrir vinnu já, finna vinnu post-traumatic stress disorder áfallastreituröskun já, ok en veistu þú talar hann að keyra á fuglaflæðis pappi lendi einu sinni því að hann var að gera ruslabíl og það flög sétt allt á rúðuna hjá hann og í gegn wow. og hún var það illa farin hann ætlaði að reyna bara að snúna hálsli bara til að linna hann þurfti að gera svona allan hann þurfti að gera nokkar hringi túristar þú ert að vera með sound effekt fyrir túristana finna eitthvað góðan ég þú veist ég hugsaði og það er þetta sem ég þoli ekki já átti ég að taka líf mávsins, hettumávsins í mínar hendur já af hverju ég myndi að þá kemur sett af því að hann þjást og spurningin er þá ef þú ákveður að gera ekki neitt er það verra eða mér finnst það mjög óþægileg staða sem að þessi má settum í í seinni ferðinni forðaðist ég að fara sömu leið svo ég þyrfti ekki að sjá hann þannig að þú kýst að forðast þess að taka erfiðar ákvörðanir þú flýrð frá raunveruleikanum og máfum þannig að þú kýst að líta til hliðar þegar þú sér þjáningu ég reyna að gera það sem ég get fyrir þá sem að eru í slæmi málum máfa ég elska sérstaklega máfa það var einn máfur sem ekki fólk það var annar vinsæll máfur sem var vangbrotin og hinni máfurni vildi ekki vera með honum já þannig að þeir voru á einu túni á Akranesi og þessi máfur stóð bara í miðjunni á öðru túni og mér fannst það mjög leiðilegt og ég horfði á hann standa þarna í 3 vikur var það ekki einelti hann var vangbrotin, þeir vildi ekkert með hann hafa sko. var hann vangbrotin eða hryggbrotin örgulega bæði hann var örgulega bara að reyna við máfa gæluna sem bara svona þú bara með einn vang oh my god skildi hann eftir og hann bara svona all by myself don't wanna be en já, dýr eru dicks ég þú veist, fólk er alltaf að tala fólk segir alltaf eitthvað svona ef mannfólk væri eins og dýr þá væri heimurinn betri öll dýr í skóðum eru vinir dýrin í skóðum eru vinir svo sér maður svona endur sem þú veist fucking nauðga og líka svona endur sem ríða dauðum endum það er hlutur sem gerist og mávar sem ráðast að endur já, mávar sem ráðast að endur þú veist, dýr, hundar sem svarta áltin já, nákvæmlega svörtu svanarnir ráðast fyrir hvítu drepa það er racist já, dýr eru racist fucking racist maður svolítið racist þú veist, fólk það er ekkert sjokkarandi að segja það þú veist, að því að þú veist, mannfólk er dýr auðvitað myndu dýr líka vera racist, ákveður ekki en nákvæmlega ákveður er svona surprising máva fangelsi eða fuglafangilsi hvað fyrir vondu mávana ég hef aldrei séð vondan má ég hef einhvern veginn eina en mávað sem ekki hinn mávan einhaldi vildi ekki vera með á hann já mávanir sem skildu þeir þurfa náttúrulega ekki að fara í fangilsi Martin máfur vangbrotin út á túnni og hvað með hérna hlöðver sem var einn út að bryggja hjá þér var skilin eftir já hann dó með giktina aðleitn og yfirgefin ég allavega og hvað gerðir þú Bjarni? þú leist undan þú keyrðir í burtu horfði bara á og keyrði í burtu væri heimurinn svona betri staður ef við varum eins og mávar þá myndir þú ekki líta í burtu atvinnulausi þú gætir ekki keyrt þá varum við vangi ef þið viljið styrkja Máva hótelið
Óreilega Hringið Ég er að spá, ég stopnaði þetta bara Ég get ekki Ég er að gráta svo mikið Ég get Bjartar er einu sem er ná að halda þessu En ég elska öll dýr jafnt. Það? Já. Elskar þú hundiðinn jafn mikið og hann máf? Ég elska ekki öll dýr jafn mikið. Æ, þú veist hvað við þú veist, ég labbaði frá Ég held að ég veit hvað þú ætlaðir að reyna að segja. Já. Þið þykir vænt dýr. Já. Vitið þið samt hvað erfiðast í fuglinn til þess að hitta á götunni? Krían. Já, fucking krían. En svo við höldum aðeins áfram að tala hættur á götum og fuglar og sumar og eitthvað. Túristar á götum. Já, túristar á götum. Shit. Já. Sleikja saltið af malbygginu. Já. Túristar sem stoppa á þjóðveginum bara á 90 óþolandi til þess að taka mynd af fjalli. Ekki bara það, túristar sem keyra öfumein á veginum. Ég hef aldrei lent í því reyndar. Pappi lenti því og þú ert að keyra bara núna nýlega. Já. Á Yaris sem kom alveg á 1.000.000 á mótunum. Ekki alveg 1.000.000, 100 og eitthvað. Og hann var að setja á vörubílum. Þetta sveigja út af öðrum megin og sveið til hliðar og lendi út af. Shit. Og beigði svo hinn aftan og lendi út af hinum megin. Bara það sem helviti Yaris. En það er ekki Þetta voru túristar að sást á bílunum. Já, ok. Þú getur séð á bílum hvort sé túristar eða ekki. Já. Þetta eru glænýir bílar, drullu skítuðir bara aftan. Já. Það eru það túristar. Já. En hérna, svo við klárum fuglaspjallið. Já. Það var hérna ég var að keyra á eftir konunum minni frá Akranesi. Börn, nei, ekki reka hann út. Ekki reka hann út, Egill. Nei, beint á rúðuna. Goddammit. Hvað er við hérna? Loka, ég ætla að snúna hans. Nei! Kjókling gerir matinn, yey! Þið vilja styrkja Máva hótelið og Óreilega. Og Máva löggustöðina. Velkomin í Mávaborg. En er þá Máva hótelið á Máva Klett? Já. Hérna, já, fuglar á götum eru það versta sem ég þeir koma svo snöggt og þú veist, maður kemst ekki hjá því að ég get ekki sveikt frá, skilur, þá er maður bara farin út af. En kona mín sveigir hjá og ég var að keyra á eftir henni og það kom skóaþröstu fyrir bílinn hjá henni og ég sá hana bara taka hambröðsubbi á götunni nokkur sinnum. Mér er alveg sama fuglar sem Já, hún Já, ég þarf að bæta við hérna fugla á götunni. Alltaf þegar ég er að keyra upp í fyrra, þegar ég keyrði upp í Sveiti Tengdó, það var klikkaður hrossagaukur. Hann elti bílinn minn og var alltaf bara að fljúga fyrir framan hann og eins og lenti hann inn í bíl hjá mér og bara réðst á mig og flög svo aftur út. Það er cool. Nei. Hrossagaukur, það er fuglinn sem gerir svona Já, með langa kokkin. Nei. Fuglar eru æðislir. Ég elska fugla. Þeir eru skrýtnir. Þeir eru Já, þú veist, ef ég þarf ekki að koma að því að drepa fuglin. Egg, ormar. Ég get ekki stíða orm, ég hoppa yfir ormar. Þríningar. Tveir þríningar í semiröð. Verða fjólubláður? Nálega. Hvað kom það? Hvað er næsta umræðefni? Hvað er fucking handritið? Ertu að tala um Sko Bjarni, þú gleymdir línunni? Já. Lína, hvað erum við? Hér kemur lína lansa til að hafna heitana. Á! Hvað er línan? Já. Gyðingar! Sorry. Þetta. Hvað með gyðinga, Bjarni? No comment bara. No comment? Þeir eru fyndnir. Þeir eru mjög fyndnir. Ég þekki marga finna gyðinga. Á Íslandi? Ekki á Íslandi. Ég veit mikið af gyðingum sem mér finnir. Það er Jon Stewart, Ethan Klein, já. Ethan Klein. Ég held hann er Dan Avidan. Danny Sexbang, hann er Game Grumps.
Þú þekkir þá ekki, þú veist bara hvernig þeir eru. Nei, ég leiðrétti sjálfum mig á þann. Ef þú hefði verið að hlusta á mig, þú veist, þegar við erum að taka upp fucking þáttinn, Bjarni. Já. Kurteisi. Ég er bara að hlusta. Ég er að lesa handritinu bara, sko. Nothing else has worked so far. So I'll wish upon a star, wondrous dancing speck of light. I need a Jew. Það eru skemmtilegi gyðingar Sandler? Nei, hann er leiðilegur. Ég hafði gaman af honum í Ég hafði gaman af honum á tímabili. Það er nefnda, málið er að hann er ekki slæmur leikari þegar hann er með, þú veist, handrit. Hvað meinarðu? Eins og hefur þú séð hérna Punch Drunk Love. Hann er mjög góður í að leika svona dramatísk hlutverk. Hann bara gerir það ekki. Já, nei, í Klikk. Þar var hann dramatískur í endan. Það var svona semi-dramatískur í endan sem ég varst ennið mjög gott atriði, en þú veist. Þú veist, hann getur alveg leikið. Ég séð hann vera, þú veist, leika vel. Hann bara nennir því ekki lengur. Ég held að það sé mitt málið. Nennir hann einhverju eftir hérna Jack and Jill? Nei, þú veist, það eina sem hann gerir þessi dagana, hann er bara svona með svona enjoying life. Hvað er það, þú veist, það minnsta sem ég þarf að gera til þess að búa til mynd svo ég haldi að vera að fá pening. Fær hann ekki samt revenue og öllu myndir sem hann hefur gert? Fucking, þú veist, hann milljónir. Já. Ég myndi að það, hann á milljónir og hann gerir Jack and Jill. Hvað afsökun hefur við? Við þekkjum ekki gyðinga í bransanum. Það er rétt. Af því að það eru gyðingar sem að reka Hollywood. Ef þú ert gyðingur og horfði Hollywood og þú ert að hlusta, vinsalegast, þú veist, fáðu okkur í, þú veist, við getum hjálpað þér að græða peninga. Nú ert að Er ég komin inn á Grássvæðið? Nei, ég held bara að það er erfitt að komast inn á markaðin í Hollywood. Já, það eru margir Íslendingar sem hafa reynt og það eru margir Íslendingar sem hafa tekist það. Hafþór Júlíusson. Hann er sem meira í svona breskum kvikmyndaðina. Já, en hún sjátt líka sko í Hollywood sko. Ég er að pissa á mig. Ég var að taka smá auðlýsingar og sækja orkudrykki og halda áfram að skrýtnar sögur búálf eða baxelott sem býr til risaflögur. Þar lifa litlir grasálfar með langar grænar húfur sem grafa þar upp gullin sín og gera úr þeim skrúfur. Næst búa þeir til búðurnar og bora fína hringa. Já, krílinn atast enda laus án þess þó að springa. Já, þykva bæjar álfarnir. Trúir þú á álfasögur? Ég verði að hvísla hana svipir af því að það er allir sofandi. En það er ekkert fútt í því þannig að ég gerir bara svona. Stundum verður maður bara að sýna tillitssemi. Að spila þennan þátt í gegnum hátalarkerfi á þínum vinnustað er kannski ekkert besta hugmynd sem við getum fengið. En að sitja heima í sófanum með nýuppáðið kaffi eða flatan bjór, það er leiðin til þess að rúlla. Ég hún að gleyma ég hef gert þennan. Flatur bjór? Já. Það er betur ekki neitt. Af hverju flatur? Bara það voru ekki hólar. Kannski ég reyna bara að vera fyndin. Það var, ég gerði hann í nótt hérna undir svefngalsa. Það var smá svefngals í mér sko. Ef hví ekki? En það voru allir svoandi þannig að ég var að hvísla sko. Ég er svo sniður sko. Kókumjólk er góð. Það er með því betra sem að ég drekk með mat. Þú fær kraft úr kókumjólk. Þú fær kraft úr kókumjólk. Var ekki Stefán Gall sem sagði þetta? Jú. Já. Hann á eina bestu setningu í bíómynd sem að ég man eftir. Hvaða bíómynd og hvaða setningu? Ég man ekki, þetta er bíómynd með Latta. Hann er eiturlegasali
fer upp í bústað til Ladda. Hvað heitir þessi mynd aftur? Jóhannes. Er þetta ekki Jóhannes? Jú, já, Jóhannes. Og hann kemur upp í bústað alveg út úr dópaður og Laddi spyr, ég man ekki hvort hann hafi verið í glasi eða hann var forvitin að vita hvað hann væri með og hann spyr, hvað ertu að selja? Bara alls konar. Og þetta var svo fullkomið hvernig hann sagði þetta að þetta situr mikið. Við þekkjum það mjög mikið af bröndurum kannski og skrifar niður textan, þá ekki finnir en bara, þú veist, rétt svona áhersla, rétt, þú veist hvernig, já, þetta framburður og tímasetning. Já, það getur selt gjörsamlega, bara alls konar, bara eitthvað random, þú veist. Það þarf ekki að vera brandari, bara húmorinn kemur einhvern veginn fyrir það sem eru heppnir með svona lag. En talandi að þú sko með brandara og byrjaður eftir að mála og leika og hlæðis, hvernig er næsti sketch hjá okkur? Hvernig er sketch? Næsti leikni upptekni sketch hjá okkur? Já. Ég veit ekki, hann er upptekinn. Vel gert, high five. Þú fékkst. Þetta er 10 stig. Yes! Gerur þetta minna harða núna. Já. Alright, afsakið mig. Mistu pínu stjórna sjálfur? Já, það má alveg. En já, við vorum að tala um Erum við eitthvað sketchhugmyndir sem sagt, búið að skrifa niður eitthvað hugmyndir? Náttúrulega við eigum alveg nokkrar hugmyndir eftir ég veit ekki hvað það eru. Sketchrúndin okkar, mæstu? Nei. Nei, ok, ég var niðurskrifað. Hvenær var það? Það var þegar við vorum báðir í menntaskólanum. Þannig að það er langt síðan? Það er langt síðan. Já, þannig að það er ástæði fyrir ég man ekki eftir því. Já. Pepsi eða Coke? Pepsi eða Coke? Hvað er það merkilegt um Pepsi eða Coke? Við höfum margóft prófað á þessum feita þarna frammi. Hann sofnar bara á þessu. Veitu hvað þetta er? Nei. Ekki heldur. Ok. Sorry. Við vorum að tala um ætlum kannski að hvað með hryllingsmyndir? Já, það var búið til hryllingsmynd. Það var eitthvað sem ég hugsaði út í að því að megnið af því sem við búum til er megnið af því sem við búum til er komískt. Við reynum oftast að vera í húmor að því held að við sem svona til að það er þægilegt fyrir okkur. Það er okkar sjálfsvið. Já, en ég er að hugsa um að því að mér langar, þú veist, maður vill challenge sjálfan sig. Já. Og ég held að það væri challenge að reyna að búa til eitthvað sem er ekki innan okkar þæginda ramma. Eða ekki humorfókust. Það er nefnilega að búa til hrollvekju. Veit þið hvað væri fullkomið? Líka því að Sláturhúsið. Og Semisversmiðan á Akranesi. Ó já. En alltaf það er búið að taka hana til og hún er náttúrulega hrein og fín núna eftir tökur á Fast and Furious. Já. En það sem ég líka upp á að því ég er líka svona fascinated, þú veist, ekki bara búa til eitthvað svona hrollvekja, búa til actually eitthvað sem er ókveikjandi. Scary. Já. Að því að þú veist, ég veit ekki hvort að þú pælið þið mikið í, þú veist, myndum þegar að horfa á eins og þegar að horfa hryllingsmynd, þú veist, hvað er hryllingsmynd sem er scary versus hryllingsmynd sem er góð versus slæm hryllingsmynd. Þú veist að því að þú getur verið með hryllingsmynd sem er góð mynd en hún er ekki scary. En svo getur verið með mynd sem er léleg en hún er samt fucking scary. Já. Eða þú veist, í svona einhvern veginn blanda þessu. Það sem ég veit fókus á er, þú veist, hvað gerir myndir scary. Já. Náttúrulega við erum búin að missa það mest scary gaur af hópnum. Hann er náttúrulega farin til Bandaríkjanna. Hvað? Geir ekki scary? Veit þið hvað hægt er að gera? Scary. Það er hægt að gera bíómynd eða stuttmynd af leiknum hans sem hann bjóð til. Zombies. Nei, ertu að tala um já leiknum sett þegar Geir var að leikstýra Línu Lónsokk þá tók við uppbytunarleik sem heit Zombies sem var takk að segja eldingarleikur skólan í myrkri. Yes. Og það byrjar 2 sem zombie og þegar maður er zombie þarf maður að hlaupa eftir hinum lifandi ná þeim og það er ekki bara það, þú þarf að öskra og þú þarf bókstaflega að vera zombie. Egil, leikurinn virkar langbest, þú þarft að vera helst í stóru rými. Mjög stóru rými. Já, sem er með nokkra, opnu með nokkra leiðir. Já. Að þetta er bara stór salur, þá virkar þetta eins vel. Í myrkrinu, og akkurat já, eins og segi, sem sagt þeir sem eru upphanningar, leika upphanninga, til þess að mitt bara upp að þú veist, að því að þú veist, þú gæti bara gert, þú veist, eldingarleiki í myrkrinu, en það sem gerir þetta langt skemmtilegast er þegar allir eru komin í karakter og þannig. Og ef mann var ekki hugmyndin er þú veist að allir eiga að flýja og allir eiga að reyna að komast inn í liftuna eða inn í eitthvað eitt herbergi sem er svona safe herbergi. Þetta byrja því að það byrja allir sem eru lifandi inn í stóra salnum
svo koma zombiarnir hvernig sem þau vilja en það eru 1, 2, 3, 4 útgangar úr salnum. Yes. Þannig að alltaf 2 opnir. Og markmiðið að komast allir í liftuna, allir sem eru lifandi í liftuna og liftana lokist, þá eru búin að vinna. Svo byssa líka? Já, það er skotbolt í liftinni sem hún nota sem byssu og kasta í zombíin og þá má hann ekki ná þér en hann er búin að skila boltunum aftur í liftuna. En það er náttúrulega það að zombíar mega fara inn í opna liftu en þeir mega ekki opna liftuna. Er ekki 1 zombie sem á hlaupa? Það er 1 hlaupa. Byrjum zombíarnir mega hlaupa en hinn er verið að labba. Já, ok. Þetta og það sem að gera þetta, ég var ekki með í leiknum en ég fekk að fylgjast, ég var hann inni í skólanum þegar þetta var spila skuggalega tónlist í gegnum hátalarakerfið á þetta var... Við stiltum kerfið á að þetta spilar allan skóla. Og Geiri er hræðilegasti zombie sem að... Já sko, þegar við Geiri vorum, hvað ætla að byrja með allavega, þá fóru báður í vikingabúningar með gærurnar, tökum tegjurnar á hárunum, við erum með hárið yfir allt og vorum með öskar eins og ég veit ekki hvað. Hann er með svona risaðlög, sko, hann Geiri. Maður verður líka mjög þreyttur í hálsinum ekki hann Eitt sem ég var að hugsa þú veist, það er að fiffa regluna til hans ég var að hugsa með mig, þú veist, ok, það er safe room, eða eitthvað þannig og basically það getur verið þannig að spilararnir sem eru ekki zombies þeir þurfa að fara, ná í einhverja hluti koma þeim aftur í safe roomin. Það væri gaman að taka þessu mynd upp í bara okkar allir eiginni. Já, definitely. Eða, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, ok, ef við erum að hugsa, þú veist, bíómynd eða skets eða stuttmynd eða eitthvað. Þú veist, ok, zombies er bara, það er þú veist, það er búið að gera mikið af zombiemyndum. Getur við gert, þú veist, zombiemynd sem er ykkur ný, sem er eitthvað, þú veist, fólk mun horfa á þetta að vera bara, þú veist, að því að flestir þeir sjá, þú veist, þetta er bara önnur zombiemynd. Að því ég var að hugsa að það getur verið interesting að gera, flest allar zombiemyndir verðast að taka svona vírus-zombia, þú veist, svona medical dæmi. Ég er svona, hvað þetta væri, þú veist, svona voodoo eða black magic. Það hefur náttúrulega verið gert líka, sko. Svartigaldur. Já, þú veist, en ég... Já, eitthvað íslenskt. Eitthvað íslenskt. Já, þú veist, að því ég er að reyna að muna eftir í, að því ég held að ein af uppáhalds-zombie-myndunum mínum er Rise of the Living Dead. Já. Nei, sem sagt, það sem er eina myndin sem ég man eftir, það sem zombíarnir tala og hugsa. Ég mynda mér ef að eins og já, þeir tala og þú veist, og þannig mál, þú veist, þeir eru að reyna, þú veist, þeir eru ekki svona mindless, þeir sem sagt eru að reyna að blekkja, þú veist, fólk eins og til dæmis, það er eitthvað sem hringir á lögguna og er síðan drepinn og svo tekur zombíinn upp síman og segir sem sagt, sendir fleira. Þannig að þeir eru rauninni bara svangir og eru að reyna. Já, þú veist, af því að í þeirri mynd þá er það sem sagt, þá er hugmyndin að, og það er málið, er að allt sem var dautt lifna við. Já. Af því að þeir eru eitthvað svona rannsóknastofu og það er svona hvað sem er uppstoppaður svona helmingur af hund sem lifnar við. Ég er að hugsa með eins og þennan leik, myndin myndi bara byrja sem saklaus leikur en í öllu fjörinu þá gerist eitthvað og actually fólk er að flýja alvöru zombie. En þú veist, hvað ef það er ekki endilega, þú veist, skilgreiningin af zombie, ok, en ef þetta er, þú veist, eins og til dæmis bara eitthvað svona allt í einu bara fær, eins og til dæmis, ímyndað er að þú myndir byrja að fá geðmikinn sársauka, þú deyrið ekki, þú bara þjáist geðmikið nema þú borðar mannfólk. Svipað eins og þorsti vampíra. Já, í rauninni, nema þú veist, þeir vantar mannakjöt. Þú getur hugsað, þú ert conscious, þú þjáist ef þú borðar ekki mannakjöt. Nei, það hefur verið gert, það hefur ekki séð iZombie á Netflix. Nei? Það er zombie þættir það sem að það er stelpa sem að jú, ég sé það. Eða ekki? Þá er hún bara eins og ég og þú, skilurðu. En ef hún borðar ekki brains þá verður hún brjáluð. Já. Hún borðar alltaf svona brains og hún er hún ekki að vinna móti í glæpum og svona Jú, hún vinnur hjá lögreglunni, sko. Það er samt meira svona action, í morg. Jú, þetta er meira action heldur en og það er meira, það er twistið sko, þú veist, hún borðar heila á einhverju sem er myrtur og hún sér sem sagt morðið, eða svona ekki alveg strax sko, en hún breytist í karakterinn af þeim sem hún borðar. Sem alveg gott koncept, ég hafði gaman að þessu sko. En það er málið, þú veist, hvað ef það er ekki zombie, það er bara cannibals. Já. Þú veist, hugsa þetta svona, þú veist, ef þú myndir allt í hennu uppgöta að þú veist, fólk sem við höfum þekkt
í, þú veist, alveg frá því við vorum lítil, því við vorum allir uppalinn hérna, ef við bara allt í frétta, þú veist, þessi fjölskylda mannætur. Hvað, það er ógeðslegt. Hvað ef að, lítum bara á þannig, ef það kæmi actually, zombie apocalypse, þú veist. En þú veist, það er alveg fer svo mikið eftir í hvernig zombies. Tökum bara sem dæmi, The Walking Dead zombies. Ok, svona shambling, og þetta scenaríóð er bara að gerast núna í borgansi. Alright. Fólk er og ég sé þetta fyrir mig, þú veist, að það sé þægilegra fyrir Íslendinga þegar við erum ekki það mörg og í borgansi til dæmis þá þú veist, hvað þurftur að drepa marga en það væri ekki eitt vandrarlegt að þurfa að drepa nágrannaðinn eða þú veist eða viniðina og já, þú veist en við getum farið upp á fjöll og alls konar svona fara út í eyjarnar en maturinn er því samt mjög fljótt að fara úr búðum hann har kostur og gallar við að ef þetta myndi gerast á Íslandi til dæmis fara bara að veiða mér datt í hug ef ég byggi í Reykjavík ég veit ekki, það hefur örugglega einhverjum dottið í hug og ef að engum hefur dottið í hug þá er örugglega einhver að fara að stela þessari hugmynd húsgagnahöllin í Grafvogi það væri mjög góð staðan til þess að fara af því að þeir eru með nei, heyrðu það IKEA? Nei, það er ekkert svo mikill matur þar ef þú ferð í húsgagnahöllina Costco ef þú ferð í, já, það fer engin þangana húsgagnahöllin, ég held að sé með byssur í sportstæðrætti eða hvað sem það heitir niðri og þeir eru með krónuna og þeir eru með húsgögn og svo er fullt af, þetta er risastórt hús sko þannig að það er þetta að fela sig og byssurnar farnar þá er þetta bara ekki nógu góð hugmynd sko þetta var indisport hvað með veiðitildin farin hvað með gaurinn sem er með stærsta byssusamnið væri hann ekki góð málum með það? Hann er alveg góð málum sko. En það sem ég er að pæla, þú veist, ef við erum að hugsa þú veist, er dramað í, þú veist, þáttunum dramað er alltaf á milli humans já þú veist, að því að zombies eru mindless og þannig að þeir eru ekkert source af drama í zombíunum sjálfum það er alltaf hvernig fólk reaktar þess vegna langar mér eiginlega ekki að vera með zombies upp á það að því þú veist, ef þeir eru villaninn þú veist, þeir eru mindless það er ekki, þú veist en hvað með ekki er hillingsmynda sem zombies eru victims hvernig það er öðruvísi það verður að útrýma zombies ok þeir eru conscious, þeir geta að hugsað okay. þeir þurfa að koma sér undan bara öfugt scenario já, það getur alveg það getur þá líka virkað þá þarf það ekki að vera zombies þá er það bara, hvað ef það er hópur af fólki sem allir ákveða að drepa það er ljótt að drepa já, en þú veist, ímyndaði bara svona massive, þú veist, eins og hvað ætlar að gera ef 99% af landinu ákveður að þú er að deyja já, þú veist, það getur alveg verið hryllingur í sjálfu sér bara svona hryllingsmynd nei, ég myndi bara deyja ekkert meina það en við erum að reyna að gera hugmynd hei strákar, hann er zombie strákar náðu honum þarna er aftur komið til comedy já manns ekki, við vorum að reyna að skrifa hrollveik náðu honum, strákar ég var svolítið alveg til að sjá þetta þetta getur definitíð verið skets já það er núna gamlu byssulhljóðin en já, það væri gaman að búa til eitthvað ég meina, vandamálið er ekki endalega zombies, þú veist, demons vampýrur, eitthvað vandamálið er feministar ykkur íslenskur demon feminista zombies Jó, var búinn að gera það útvarpsleikrit, manns ekki? Með hvað var það? Það var hann útvarpsleikrit með, sem sagt, þá voru feministar, svo var einhver Páll Óskar að berjast við Svarthöfða og eitthvað. Já, við verðum að finna þær klippur. Já, og svo, ég held að Svampur Sveins, þetta var stórkostlegt leikrit. Og allt bara, þú veist, spunnið á stanum, sko. Já. Hann er einstakurinn Jói. Hver elskar ekki Jóa? Jó, frábær. Helvu. Ef við geima hrollvekju umræðina? Já, við skulum geima hana, við skulum tala um Jóa aðeins. Alright. Og Biggest Loser Íslands. Hann fekk ekki inngöngu í Biggest Loser. Nei. Og ég var að sjá trailerinn fyrir þetta. Núna, þetta er að byrja núna í haust. Hann er
Nú ætla ég bara að brjóta fjóra veggi. Hann Jói svolítið þungur sko og við erum búin að vera að hjálpa honum. Hann búin að léttast mikið. Hann búin að léttast henni þar. Hann búin að taka sig á. Já. Og hann hættur að drekka gos og hættur að drekka áfengi sem bara mjög gott sko. Þetta bara frábært hjá honum. En mikill ægi sem það felur í sér. Já, ég bara spá í nú einhver hann þyngri en margir í þættinum. Já. Núna. Ég bara spá í hvaða hvernig þetta, þú veist. Nú manstu við gerum vídeo fyrir hann eða fyrir þáttinn. Já. En fekk ekki engangu. Ég að spá í hvernig valið í þáttinn. Já, hvernig þeir ákveða. Það alltaf einhver klíkuskapur. Svo líka, þetta ekki bara þyngdin, þetta líka, persónuleikir þeir eru búið til þetta er líka hausinn á honum. Þeir eru búið til sjónvarstátt samt af því að þau vilja, þú vilt fá karakter og Jói það rólegur að ég veit ekki hvort það var mikið drama kringum hann. Það er nefnilega málið af því Jói er ekki hann myndi bara fara á hann er ekki dramagur. Hvað með Bjarna í annari seríu? Hann talaði aldrei ég held að það hefði verið önnur seríu fyrir ekki fyrsta. Ungur strákur sem að sagði ekki neitt aldrei. Jói er líka smá félagsfælin. Við vitum það. Þegar hann fer með eins og þegar hann skutlar okkur eitthvað þá er hann alltaf með tölvuna með sér. Jó, ertu að hlusta á það? Nei, við þurfum ekkert að ágjöra að hann hlusta á það. Jú, kannski þennan, af því hann er ekki þessum þætti. Að hann var að tjekka hvað við erum hvort við séum að bakt hann. Ég elska þig, Jói. En hann veit þetta sjálfur. Hann búinn að viðurkenna þetta. Og honum er alveg saman þó að aðri viti það, sko. Og núna vita allir sem hlusta á þáttinn þetta. Já, og það er bara allt í lagi. Ég meina, næst þegar ég sjá að Jóa farið upp á hann og segja bara Faðmið bara knúsið hann. Segja hann sé frábær. Hann er, þú veist, það er ekkert vont í þetta er minn sjálfselskasti gaur þegar það kemur að ýmsu, sko. Stundum bendur á mig. Nei, þegar það kemur, ég var ekki að benda á því þannig, ég bara segi þegar það kemur að ýmsu, sko. Já. Mynda hann er á því. Fucking summer. Þegar það kemur að ýmsu. Ég veit ekki, mér finnst þetta bara leiðilegt, við þurfum að halda áfram að reyna að koma honum inn í þáttinn fyrir næsta ár. En ég ætla ekki að horfa á þessa séri. Jú, ég gerir það örugglega. Sitt í sófanum, borða snakk og eitthvað. Af hverju byrjum við ekki aftur á sama átaki við vorum í hérna í fyrra? Hvað átak voru við í fyrra? Joe's Dungeon Health. There's not a thing wrong. What the fuck? Þau fórum allir saman í ræktina. Nei. Varstu ekki með því? Ég var held ég ekki heldur með því. Þú varst víst með því. Var það? Svo varstu í bakinu. Já, alveg, já, á fyrsta degi. Alveg rétt. Við byrjum með trompi og Bjarni byrjaði aðeins svo mikið. Hljómar eins og það verið successful. Það var mjög vond. Ég var slæmur í 3 mánuði, sko. Það er það sem það sökkar mér finnst þannig versta þegar maður alltaf að byrja aftur í ræktinni. Sérstaklega því að ég var mjög mikið áður fyrr. Nú er ég bara komin úr öllu formi. Svo þegar maður byrjar aftur, þá fæ ég alltaf svona tilfinningu, mér langar að taka meira, en ég veit ef ég reynum ekki á mig, þá fer það úrskeiðis og ég get ekki gert neitt lengi. Og ég basically svona fer úr umferði í gerðan tíma. Ég fór hérna og lét Birki vinn minn gera prógram, hann var með mér og sagði hvað ég átti að gera. Og það var lappadagur. Squats. Rosalega mikið squats og lyfta með löpum og eitthvað. Og ég gæti ekki kenginstu 2 daga. Ángríns, ég þurfti að skríða allt sem ég fór. Og mér finnst fála að það get ekki gengið eftir þetta. Já, það hefur alveg komið, maður skelfur svona í njánum og læra honum vöðunir alveg. Ég get ekki hreyft lapnar á mér. Það er kannski eitthvað annað level. Já, það var alltaf hann búinn að vera ræktin í 1,5 ára. Já, gerur það sama hann, já. Hann sagði mér að gera það sama hann gerir. Já, ok, það er svolítið ljótt á hann. Birgir, skammast þig. En Hlusta Birgir á þáttinn? Það er eins gott fyrir hann. Þetta eru þínir vinnir. Þú ert að vera sem að plugga þennan þáttinn fyrir þá. Er Danni búinn að hlusta þáttinn? Bjarni? Hinn Bjarni? Já. Skiptir ekki máli. Það þarf enginn að hlusta á hann þátt. Við höfum þetta bara út af fyrir okkur. Við erum með 125 views. Það er alveg nóg. Við erum með 300 og eitthvað views total á ráðinni. Nei, meira. Við erum bestir. Yay! En varandi þetta Joe's Dungeon Health. Já. Fyrsti dagurinn. Ég hittaði upp með 20. Ég var í deadlifti. Þú komst slæmur, þú varst búinn að fara einu svona áður. Svo seinnaskiptið sem við fórum. Já, svo small eitthvað í bakinu, neðst. Hvað varst að deadlifta? 60 kíló. Og hvernig formið? Já, rétt form.
Hann gerði það rétt En ég veit ekki hvað gerðist Þetta var mjög vond Nördin í það tók yfir En ég hef aldrei lent í alveglegum svona þetta var það versta sem ég gert fyrir utan þegar ég sleit náran og þegar ég datt úr axlali það er eina sem hefur komið fyrir mig og veit ég hvernig það gerðist Og þegar þú fegst magasár Þegar við magasár Muni þetta þættinu Singing Bee Já Nei Singing Bee var hérna Stólið af Bandaríkjunum sem að Jónsi var að ástýra Það er Þú getur farið á svona síman svo hótt á það Ekkert íslensk sjónvarpsefni sem er ekki stólið eitthvað staðar En hérna það var eitthvað Singing Bee party sem að ég var bóðið því að hérna Stefán félagi minn ekki Stefán hérna heldur annar sem ég var með í hljómsveit í Reykjavík hann var í þáttunum Stefán Ör? Nei, hann heiti Stefán Haflið og var í þáttunum það var eitthvað Singing Bee eftir party og við förum hann niður á Thorvaldsen það sem að Singing Bee partyð er Hvað er fokkanum með Singing Bee? Singing Bee er sem sagt þú farð lag og þú ert að klára text svo er það stoppað sem sagt hérna það er stoppað, þú ert að halda áfram með textan halda áfram með lagi halda áfram með textan, já og það getur komið hvaða randónlag sem er og var einhver sem tók þess að hugmynd að bjóða til sjónvarpsþáttur já þetta var ekki sérlega góð hugmynd sko. Þetta er eitt af svona skjá eitt hugmyndunum Ég get sagt þér það þegar þú útskýrir þáttinn fyrir mér Já, en hérna í þessu Svo var þetta fyrirtæki sem sendi inn Já, þetta voru fyrirtæki keppni En í þessu eftirparti þá sit ég á stól bara, ég dansi ekki, skilur, eins og þú Ég dansi ekki Ég sit bara og er að södra bjór og það er einhver stelpa sem er á dansskólinu það er tómt dansskólu, sko og það er einhver stelpa sem lítur á mig og bendur svona á mig og ég bara, nei, ég dansi ekki Hún kemur til mín, tekur í hendina á mér snýr mér, fellir mig og dundrar mér í gólfið og lendir ofan á mér og ég ligg bara með stingandi sásauka í hérna öxlinni og ég með svona kúlu hérna núna þetta hefur ekki lagast almennilega sem er ekki öll sagan á Thorvaldsen hérna þessum tíma það voru eiginlega svona erjur milli dyravarðar og einhvers sem var að skemmta sér og sá sem að á barnum sem þið voru á barnum, á sama tíma og þetta var að gerast maðurinn sem er að skemmta sér kýlir dyravörðin og þeir hringja á lögguna Svo far þá er þetta svona tveir separate hlutir sem gerist Já, á sama tíma Þú varst slegin í gólfið Ég er á gólfinu, bara úr axlalið og það er einhverja kýlaður hérna dyravörð Löggan kemur, labbar fram hjá dyravörðin mér er sagt þetta eftir á tekur mig upp og fer með minni í löggubíl og skuttla minni á gjörgæsludeild og svo kemur hún ekkert aftur upp á hérna dyravörðin stór slasaður sko og hérna og löggan bara með mér einhvers staðar, þú veist og hérna svo kemur því í fréttunum daginn eftir og þá var dyravörðurinn hættur og eitthvað vesen sko og gaurinn sem að landa hann bara fekk að labba frjáls bara því að ég þurfti að detta Nei, út af stelpunni Já, hún lét sér líka hverfa Ég hafði að láta hana borga reikningin Héldu þér að þú varst með vandræði? Nei, það bara sá hann líkindi bara Já, þannig sá þú veist, hérna særðu maður, veit maður Já, þessi var bara lamin Ég veit ekki hvað ég heldur sko Þetta var eitthvað klúður En talandi að meiða sig á djaminu Egil, manstu tröppuna? Classic Hvað? Við vorum frá Suðurmessuball fyrir nokkrum árum 2012, langar maður að segja Eitthvað svo leiðis Nei Jú, ég held að Nei, 2013 Jú, ok, 2013 Já Og hérna Ég hef búin að fara í sett backer hitting og drekka mjög mikið skemmt landa og var orðin alveg vel drukkinn og síðan ringi ég föður minn og hann ætlaði að skuttla mér á ballið og ég segi vel, Eil, farið okkur að komið pabbi er að koma og ég hleyp og þetta er með kassa af bjór í fanginu fulla tösku af sterku áfengi og hleyp út og sett frá húsinu og niður á göngustíðin eru 3 tröppur held ég og ég hleyp niður, ekki málið ég er svo að hlaupa göngustíðin fellir sjálf mig til kottnís með allt rastlið og það er allt heilt sko og síðan lappaði ég byrja eitthvað haldra, ekki málið það svo kemur pabbi og byggja mig upp og eitthvað og ég er alveg ógild drukkinn og segi bara pabbi, skutlaði bara heim ég verði heim, leggst yfir rúm daginn eftir vaknaði þá drukkinn út af þessum helviti landa er gett svangur en finna á mér, ok, ég er drukkinn, ég ætla ekki að kera röltin er ólís það er mér hamburgar rölt tilbaka er drepast í löppinni sest upp í leysibæstólinn
Svo ok, ég ætla að fara að drekka, stendu upp og dett. Þetta er búin að brjóta bein inn í ökklunum á mér sem á ekki vera hægt að brjóta nema að brjóta eitthvað annað. Yes. Þetta er bara typikal ég. Þú er svolítið mikið að brjóta þig. Það er alveg fyndið er að það kvöld ég áttaði mikið á því að Sammi var ekki á ballinu af því ég var það fullur. Þú verður svolítið drukkinn. Já, ég var líka að hella hans í Egil. Já, þú veist, hann var að hella mikið í mig. En svona ég og Bárður, við fórum saman á ballið og svo áttaði ég mikið á því að Sammi var ekki á ballinu fyrir en ég hitti Samma seinna í vikunni og hann sagði hvað hefði gerst. Og þá er svona, já, þú varst ekki á ballinu. Af því þannig að við vorum saman í partíinu og hann fer út. Og Egil fekk fara með pappa mínum og var þegar ég fór út. Nei, ég fór með Geira. Varstu með Geira? Já, ok. Þú varst horfinn þegar ég kom út. Þið hatið ekki áfengi, strákar. Nei. Segir hver? Ég? Með flata bjórinn? Já, ég. Bara flata bjór. Og ég síða alltaf fyrst. Ég held að það sé kallað svona functioning alcoholic. Já, aktiv. Það sem þú drekkur mjög mikið en það kemur ekki niður á því sem þú ert að gera. Nei, ég er ekki búin að drekka bjór núna í 2 vikur. Ég tek eftir, ég drekk mun minna núna þetta í gerði. Já. Það er svona tímabil. Já. Svo kemur veturinn og þá fer fólk að hella í sig. Hvernig ferð þú næst í frí úr skólanum? Þú ert náttúrulega nýbyrjaður en Ég meina sem þetta bara svona stórt frí. Já, þú veist er eitthvað ég kem alltaf helgar. Já, næsta stóra frí er þá jólafríi eða Já, í rauninni. En Egil kemur náttúrulega á sögðum og svona. Já, það er líka helgar eða ekki? 7. október eða ekki. Herru, talandum hérna það, varstu eitthvað búin að tala við stæða meira? Ég er búin að tala við fleiri fyrirtæki. Ok, býtu, ertu þá að færa þig frá stæði eða? Nei. Er það frá sponsor? Já, það ekki, var ekki gaman að vera með hérna bjórkæli? Það var í kúl, sko. Já. Bjórkæli, bara dælu. Bjórdælu, já. Dæla hérna, já, þú getur verið að drekka í þættinum. Alltaf. 7. október er laugardagur, þannig ég er nokkuð sem að sé. En hins vegar, ég er með tilkynningu í sambandið Sauðmessu. Þú ert samkynniður? Nei, ekki að Sauðmessu. Ok. Raftarnir verða ekki með kjötsúpuna. Býttu, nú sem að hafa verið með kjötsúpuna. Skandal. Nexli. Þeir hafa með þessa súpu, allar Sauðmessur. Hvað er bara low budget eða? Nei, bara þeir ætlaði einhverjum að gera það. Hver ætlar að vera með súpuna? Ég veit það ekki. Ég var bara frétta frá röftunum að þeir verða ekki með súpuna. Ég ætla ekki að mæta. Hvað sko, fucking, what? Og ég er líka búin að frétta það að rosalega margir sem hafa hjálpað til síðustu ár við að tjálta og tjöldmannsleis ætla ekki að gera það. Nú, er ykkur mótmæli? Já, það bara hvernig þeir sem var að stjórna þessi 2 aðalar sem eru mest í þessu. Megum við nefna það nöfn? Það er óþarfi, af hverju ættu að gera það? Ég veit ekki hvernig hann er að tala. Mér líkar ekki vel við, ég get sagt þetta en mér líkar ekki vel við en ég ætla samt ekki að nefna það upp á þau. Alright. En þau hafa ekki komið nógu vel fram við fólki sem er að hjálpa þeim. Sérstaklega ekki fyrra. Fólki sem skipuleggur Sauðmessu? Já, sem að þau söfnuðu saman fólki fyrra til að tjálta þessum tjöldum og mætti svo ekki. Ok. Hversu, Já, réðu þau ekki ykkur til þess að fengu ykkur til þess að tjálta? Þeir báðu okkur til að hjálpa þér við að tjálta og við sem ekkert hvar tjöldum að fara en svoleiðis. Alright, ok. Og aðeins sem átti að vera yfir þessu kom einhverjum 3 korturum og seint sagði ok, þarna og svo hverfa. Hvernig var hann upptekinn? Nei. Hann bara nefndi ekki verða það. Er þetta bæjarfélag, en nennir enginn að gera neitt lengur? Og það finna þessi 2 aðeins sem er að halda Sauðmessuna er ekki að snúa Borgarnesi. Hún er skagakona. Já, ok, þá er hún alveg býtu, þá er hún alveg afsökuð. Eða hvað? Okkur. Stofnaði hún í það? Þetta er ekki hennar ábyrgð. Hún er að halda þetta. Þetta er ekki hennar ábyrgð. Býtu, stofnaði hún í það? Hún er yfir þessu. Ok, þannig að hún var fyrst forsprakkin. Hún er forsprakkin. Og hún ennir ekki að mæta. Hvenær byrjaði Sauðmessu? Nei, ok. 2007 eða ekki. Og hver byrjaði Sauðmessu? Ég held að væri alltaf Gísli. Horfðu á Gísli? Nei, hann var alltaf beður að vera bara veistustjórinn. Já, veistustjóri, já. Hann er skemmtilegur kall. Já, gaman á hann. Já, ég hef gaman á hann. Sonur hans líka hress. Ég man ekki hvað hann heitir. Rúnar? Eða ekki? Nei, Sami líkar ekki vel úr Rúnar. Nei. Ég kvætti þetta út.
Nei, það er komið fram, hann veit alveg, mér líkar ekki við það. Já, ok. Nú fyrir að detta í seinni hlutan á þessu af því að ég er að fara að vinna. Ok. Seinni hlutan, what? Bíddu, leið mér að byrja þetta aftur. Ok. Bíddu aðeins. Edit. Endur takan. Já. Nei. Ekki. Hæ, ég heiti Oliver. Oliver, hvað segir þú gott? Sko fyrir. Gerum við þetta aftur. Oliver. Já, sko Bíddu. Gerðu þetta einu senn. Hvað var þetta að tala um? Já! Já, nú og svo komu þeir og duttu í nákvæmlega sem ég var að hugsa. Yes. En Jóhann, hvað segir þú hérna Já, ég er að fara að vinna. Ok. Það er orðið heldur dimmt úti, strákar. Yes. Og skuggalegt að vinna á nóttinni. Gaman. Já, núna sér alltaf ekki mávana. Núna sér ekki mávana. Jú, þeir eru ennþá. Ég keyrði inn að stíða tófu í gær. Cool. Ég síðustu nótt. Ég var mjög náldi. Ég hefði ekki getað að lifa. Nei, eina. Ok. En tófurnar éta og drepa fuglana. Já. Dýrin drepa hvort annað. Þeim alveg sama. Þú veist, beljunar myndi örugglega að drepa þig ef það getur. Við þurfum að keyra á dýr. Þyrftir. Hvaða dýr myndur að keyra á? Þú stefnir, niður veginn, skóginn. Nei, ef við myndum keyra á tófu og hún myndi lifa af, ég veit ekki hvað ég myndi gera, sko. Myndur að byggja henni í hjólastól eða hvað? Ég þyrfti bara að stofna tófuhæli. Tófuhæli? En fólk er mjög leitt yfir því. Færir ekki menna bara á tófubíli? Það sem hún er í drepinn og skoti skorið af henni. En lífið hennar er búið. Lífið hennar er hvað sem er búið, af hverju ekki það? En tófa í hjólastóli er samt geðið góð hugmynd. Það er svona góð, skemmtilegri tilhugsun, sko. Það er samt að gera það hjólastóli fjölkladrifin. Hún alltaf er út í sveit, sko. Og þú þarfst að sjá hana. Tangundur hún verið gömul. Setja ána vaslín, það sem það þarf. Og A+ diagram. Þú finna bælennar, finna litli tófungarna. Já. Þeir munu, eða kannski deyra hún á þessu. Hvað er mamma okkar? Bjarni. Svo kemur uglumamman og stelur tófuungunum. Já. Og svo keyrur á uglumömmuna og svo finnur hreiðrið og þá eru ugluunganir. Hvað er mamma? Pappi. Og Bjarni. Ugluungarnir og tófu Ungarnir verða bestu vinnir. Er ekki tófu kvolpar? Jú. Verða bestu vinnir? Jú, þetta eru kvolpar. Ég veit það ekki. Við verða bestu vinnir. Og We are family. Og svo gerist eitthvað sem við býðum eftir. Yes. Og ég er svo spenntur að vita hvað gerist. Núna. Fucking Bjarni, viltu flýta þér? Hver er þú? Ég? Pétur. Ég er bara lítill ugluungi. Ég er tófuungi. Hvar er mamma þín? Bjarni drap hana. Ég bjóstu við að þessi kallar með líkhúuna. Hann draf líka mömmu mína. Við skulum vera saman í liði og hefna okkur. Ég var svona eins og svo kemur hann að bílinn svona að klóra eitthvað í hörnum. Ég verð hérna Walt Disney villaninn. Já, svo vaknaru svona nóttina og þá eru svona hellingur svona ungum af öllum dýrum sem er búin að drepa óvart. Hann narti í mig, búin að teipa mig við rúmi. Já, og þú ert svona hægt og rólega að borða þig. Það getur verið hryllingsmyndir okkar. Já. Yey! Hefnd dýrana. Hefnd dýrana er meira þess að góð titill á myndina. Ég myndi að bara öll dýr myndi allir reyna að drepa okkur. Þú veist, þau myndi hætta að hugsa það bara gera þetta er til borða að, þú veist, það myndi ekki Night Shyamalan manna. Ég man ekki hvað það er til þáttur þetta. Þau myndi hætta að, þú veist, þau myndi ekki hugsa að borða. Þau myndi bara reyna að drepa okkur. Já. Þau myndi hætta að reyna að lifa af. Þú veist, þau myndi hætta að surviva. Einað sem þau hugsa er að drepa humans.
Þátturinn nákvæmlega svona. Hvað þáttur þetta? Ég skal finna það út. Það eitt observation sem ég var með af sjálfum mér í síðasta þætti. Í síðasta þætti? Ég er svo mikill hræsnari? Gerir svona. Já. Það er óþólandi. Ég meina á. Ég held að fólk fíla þetta ekki, sko. Ég held ekki. Ég kalla þetta kjálkasmelli. Að vera kjálkasmellir er töff. Nei. Það er svona, jú, þessi. Þetta er samt svona síðasta. Hey þú. Ég samt einu svona lag um þetta. Ég veit. Já. Það var einu sinni abi. Ég þori ekki að spila. Varst þú búin að heyra kjálkasmelli? Nei. Í alvöru? Já. Höfum þetta bara hérna undir. Þetta var þegar ég var að reyna að komast inn í rap-senuna. Ok. Og ég spilaði einu svona í rap-hljómsveit. Já, fyrir ekki frá mér. Þáttin heita Sú. Já. Ég hef ekki hort á en ég veit um það. Ég sem sagt var einu svona í rap-hljómsveit með hann heitir Ramses og ég spilaði á Icelandic Airwaves einu svona á sviði. Nice. Það var mjög gaman, ógeðslega gaman. Það var með Alexander Jarl og Bigga á sviði, á hljómborð. Þetta var ádeila á pólitík. En talaðu rap, við erum að búta raplag. Já. Nei, síminn hengja. Það er konan. Þetta er kaos. Það er kaos í stúdíónu í dag. Halló? Hey. Hæ, þú ert í beinni. Nei. Jú. Ég ætla ekki bara að ringja beina útsendingum með þér. Nei, þetta er agalegt með þig. Það er alltaf svona áhyggjum. Já. Náðu Elisabeth í þig? Herðu, já. Hún heyrir ekki. Hún er komin heim og kófi og bíókvöld og... Æðislegt kona góð. Tjekka á kallinum. Tjekka á kallinum. Já. Hvað segir þið fólk? Þeir eru alltaf að skamma mig því að ég er með símann, sko. Af því ég er með hann tengdan við mixerinn, sko. Ég er með hann tengdan við mixerinn þannig ég get ekki haft hann á silent. En af hverju heyri ég ekki? Tæknin... Það er bara svona alveg í fjarska. Tæknin er ekki að leyfa okkur að þú getur ekki hlustað á það sem að þeir eru að segja. Ekki strax. Tæknilegir örðulegar? Nei, þetta er bara tæknileg... Það er bara ekki nóg af tækni. Tæknilegt hefti. Hefti, já. Við erum hefti peningalega, fjárhagslega. Og ég ætla að kveðja þig áður en að... Egill Málaveginn Brúna. Egill Málaveginn. Skemmti ykkur bara. Við heyrum. Við gerum það. Ok, tjörn. Hvernig heldur að rassinn myndi hljóma? Hæ? Ekki nýr mæk. Þetta? Já. Herru, já. Við erum ennþá með dóti í láni frá Óva. Hvað er marga vikur? 5 vikur eða eitthvað? Þeir nota ekkert fyrir bara í útvarpinu, sko. Já, það ekki. Þetta er hérna DJ mækin. Ég þarf kannski að tala við Siggu bara. Munum við vera með Munum við vera með special jólaútvarpsþátt? Ekki spurning. Nei, við vorum að tala um það síðast. Við ætlum með jólaútþátt. Oh my god. Við töluðum aldrei um það. Ég skemmti Egill. Ég var skemmtur áður. Og það var Egill dabbandi hægri og vinstri og Bjarni með fidget spinner og eitthvað. Hvað er eitthvað tísku þáttur? Hipster þáttur. Hipster þáttur, hvað minn góður. Nei. En hérna, nei. Ég er að spá. Hérna. Og rappum allir að við verðum með jólaþátt, auðvitað. Já. Og reynum að hafa kannski bara svona hvað með reynum að vera með jólaþáttin í beinni? Kannski verður jólaþátturinn í beinni. Ég held að það sé skelfileg hugmynd. Heldur þú það? Það er skelfilega góð hugmynd. Sendum Jóa út og þeir sem ná Jóa fá einhver velun. Herðu, við erum ekki aðeins og sem jólas. En það er aðeins svo snemmt að tala um þetta núna. Við getum kannski líka Jói, ef þú ert að hlusta þáttinn þá svona, við erum ekki að ákveða neitt. Jólatri eða jólasveinn. Nú erum við að fara í upptöku með Jóa. Hann er að fara að taka upp Rammstein jóla. Já. Hann var búinn að gefa, hann var ekki búinn að gefa út jólalögin, en hann var búinn að taka upp disk af jólalögum. Já. Og þetta mun dominita maka mixdiskin. Já. Heldur þú það? Já. Ég held ekki, ég held að það verður flott. Er þetta lægi, Bjarni? Það er eitthvað gas í mér.
Það er eitthvað Ég er eitthvað stressaður núna sko. Ertu stressaður? Nei, ég er ekki stressaður Þú tristist allir Já, það er óþægileg stótt Þú svitna ekki upp mikið Já, ég Bjarni, verð í fötunum Bjarni, þetta er algjör Rólegur sko Bjarni, sko Ég veit að þetta er alltaf læg Við þáttunum að vera búin Þessi þáttur gekk vel Þú þarft ekki Hætta að svitna Ekki snerta mig Ekki með svona blöytur Vondlegt að þér Nei, stopp Ég held að við ætlum að stoppa þáttu núna Þú ert að taka liðið við þín Þú veist að Bjarni, við getum ekki gert þetta í hvert einu skipti sem þú Stopp Bara ef þau myndir sjá hvað er að gera þetta Kæru hlustundur Í buxunum Bjarni er með svo stjórn Bjarni, í buxunum Nei, þú fer ekki út Bjarni, stopp Bjarni Nefnist ekki Fucking Og þar fór að tæknamaðurinn Nakin út úr stúdíónu Við þurfum að ná honum Ég ætla að ná í beituna Já, náðu beituna Ég ætla bara að sitja hérna og Bjarni spjalla við ykkur kæru hlustundur Niður Hérna eru komin nakin þáttastjórnunda Þú mátt fríka út þegar þátturinn er búinn Fríka Góðan daginn kæru hlustundur Við erum Á gráu svæði Á gráu svæði Hvað er klukk? Það er búin að taka upp lengi Hættu að spurja þetta í þættinum Leiðu þessu þætti bara að vera Þú manns hvað við tölum um Hvað er búin að taka upp lengi? Hvað ætlar að gera í hverskið sem hann kemur með þetta? Ég man það ekki Þú ætlar að búið sér svíper Já, alveg rétt Já Að því þú spyrðum þetta hvert einasta skipt Og þá segir Bjarni Hvað, leiðist þér hérna það? Leiðist þér hérna? Yes Leiðist þér hérna? Ok, þá máttu þú að fara Alright Þú mátt fara Klára þáttinn Þú mátt bara fara Þá missur pluggið þitt Já, það er bara þannig Ætlar að plugga núna? Nei Ok Tónlistin er ekki byrjuð Alright Það er bara að bíða Það er bara þannig Þú eru bara að bíða Já Ertu að syngja eins svona rússin? Já Alright, hvað eru búin að taka upp lengi? Ég veit ekki, ég er ekki með tíma á því Ekki? Nei Ég er ekki með Við byrjuðum 20 minnur í 7 og klukkan er 10 minnur í 9 Þannig svona yfir 2 klukkutíma Ish Hver nennir að hlusta á 2 klukkutíma af ykkur helvítis spölli Það er að gera fyrir svíperinn Gera hvað fyrir svíperinn? Svona soundbites Hljóðbæti? Hvað meinarðu? Eins og fóðbætin? Nei, hvað meinarðu? Hvað ætla ég að gera? Hvað fyrir hvað svíper? Soundbites Soundbites? Yes Hvað meinarðu? Og svo sagði Bjarni Já Yes Langar þér að segja það? Hvað? Það má ekki vera tónlist undir ef ætlar að búa til isolate af eitthvað sem ég er að fara að nota í svíper Nei En já, Bjarni, er þú með eitthvað plugg? Nei Ekki? Ekkert plugg? Jú Þú mátt ekki Við getum ekki enda þátt Nei, með allir sem er plugg Auðvitað er ég með plugg Auðvitað ætlar að plugga Mávahótelið sitt Ha? Hvað? Já, Mávahótelið Ég ætla að plugga Mávahótelið Alright Þetta verður komið í framkvæmt Ég þarf að fara að safna máum Ég gera það sennilega í nótt, sko Og gamlir máar, veikir máar, sjúkir máar, máar með gláku og krabbamein og máar sem lenda fyrir hremmingum með áfallastreituröskun og máar með engin aug. Egil? Ég ætla að plugga skólan. Aftur? Þú veit, come on maður, ekki plugga þennan helviti skóla. Jú. Ertu að læra eitthvað hana? Yes, við erum að læra ekki töluleiki. En já, ég ætla að plugga hérna Þokan Vape Shop. Þokan Vape Shop á Akranessi. Þokan Vape Shop, já. Já, en ef þið viljið fara og bara spjalla, veipa og drakka kaffi og... Nú, það er bóðið? Það er bóðið. Er vape hot? Það er 2 vape hot. Vape sofi. Kaffi. Ok. Og mjög gott verða öllum vökvum. Og þeir eru með allan nýstu Hvar er það? Þetta er á aðalsett miðbæðir götunni. Sem heitir þú voru að vera með það. Þú ætlar að plugga það. Ég skal bara fara hérna. Á meðan þú finnur það, þá ætlum ég að plugga Mr. Everything Nelson á YouTube. Já. Sem ég veit ekkert. Sem kommentaði hjá okkur. Já.
Ég ætla að subscribe hann mér þess að. Og sjá hvað gerist? Já. Hvað er hann með mikið subscribers núna? 4 subscribers. Ok. Og þannig að, þú veist. Er hann subscribe til okkur? Ég kann ekki á YouTube. Þokan Vape Shop er á Skólabraut 28. Alright. Skólabraut 28, Þokan Vape Shop. Viltu ekki koma með annað? Má ég klára hérna? Ef þið vilja alltaf Þokan Vape Shop á Snapchat þá er það THOKAN-VAPESHOP. Ég ætla að hérna fara inn á Facebook og gera like á síðan á þeim. Þokan Vape Shop 5 stjörnur. Og ég þarf að mælið eindregið með. Mikið úrval af vape? Mjög mikið úrval, bara bæða græjum, töngum og hérna vöku. Nú veit ég ekki hvort ég að hérna segja. Eru þið raddir? Já. Hvaðan kemur þetta? Já, hérna er þetta vape shopan sem að býða þess? Þetta er vape shopan sem að shippar til hans Ómars. Já. Ok, flott. Þá er bara mjög sniðut. Viltu ekki plugga eitthvað annað en skóla en Egill? Ég skal plugga konuna þína. Við heyrumst í næsta þætti.